Það ástæða fyrir því að við byrjum á meistara Herberti Guðmundssoni. Ég vona hann bara fyrirgefi mig það að fá að nota lægja í byrjun þáttarins en hann sló í gegn í vikuna mínum mati. Það kom að því til smástund. Við erum velkomnar. Já. Kristín Gunnarsdóttir, Dýrumir Steinarsdóttir. Takk fyrir það. Í fyrsta skipti hér í Epic-stúdíónu hjá okkur. Það er svoleiðis. Já, þú bara rataðir valla hingað. Ég þurfti mikla aðstoð. Já, það er bara, við veitum hana, Já. þá aðstoð. Ég skil samt alveg að hafa ekki búið Diljá fyrir nú. Finnst það bara eðlilegt. Hún er ekki komið viðskipt í þjóðmál, sko, en... Ég meina henni betri stofu. Já, í betri stofu, já. En núna fer ég ekki. Já, hún er búin að öðrast rétti núna. Já. Komin á þá vegferð. Nei, en ég verð að fá að benda á, ef þú ætlar að vera með Diljá einna meira og minna, þá þarf það að fá annan stól, vegna þess að hún næri ekki niður á fótslóna og það er augljós vandi. Það þarf að vera barnastól. Ég var hérna áður en við byrjum upptökuna, þá sendi ég skilaboð, ég þarf að láta smíða þetta smá pall svona fyrir, veist. En hann átti ekki að sjást, sko. Nei, ok. En takk fyrir að opinbera það leyndamál. Já. Þetta er bara atvinnuskapandi fyrir einhvern stálsmið einhvers staðar að finna þessu. Já. Þú ert alltaf að hugsa minnandi stéttir. Að sjálfsögðu, stétt með stétt. Svona höldum við hagkerfinu gangandi. Ég byrjaði hér á Herberti og að sjá hvað Herbert sagði í vikunni svona þann óhóttastu skatt sem er búið að boða. Geggjugleru. Skattar alltaf öðnu verra. Mér er svolítið leiðilegt sko, eina sem að ríkisstjórnin kann að gera sem er núna, það er að setja skatt á okkur. Það er ekki að skapa atvinnuveginn að gera eitthvað sem að býr til peninga. Ég veit það ekki, verðum ekki að hafa frjálst val. Nákvæmlega. En finnst þið fólk borða mikið á óhollum mat? Maður veit það ekki. Ég datt í 2 bollur á hann sko. Er Herbert ekki bara að segja það sem við erum að segja þetta hver einstu viku? Jú. Það er ekki bara, leifa atvinnulífinu að vaksa og skapa verðmæti og... Ég segi bara Herbert og Þing. Já, eða bara þú loka sjoppinu og letur Herbert málið, sko. Já, ég bara... Nú veit ég bara hvernig ég get fengið til að leysa mig af þetta þegar maður fyrir sumafrí og svona, sko. Mér finnst sko vanta því þið nú oft í ykkar þetta fjallum þjóðagessamar. Já. Þjóðagessami. Herbert. Klárt. Já, heldur betur. Það þarf að tilnefna hann formulega. Já. Hann kom fram á hátíðakvöldi þjóðmála í Hittifyrra. Já. Gerði gott mót? Já, sjálfsögðu. Hann gerir það alltaf. Óaðfinnanlegur. Eins og við ætlum að gera hér í dag. Gera gott mót. Við skulum reyna það. Það er helgavaktinn, það má hafa gaman. Já. Við erum hérna, sko, ég sagði Jón Erdín kjötköpurinn og þið bara að koma. Já. Og þú sjáu að það er velagt í þetta hérna. Hann var vakandi allan nótt að græja hérna bakka fyrir okkur. Þetta er glæsilegt. Já, ég þurfa að torka allt þetta því þú veist að Diljamist náttúrulega borðar ekkert af þessu, sko. Hún borðar kjöti hérna, þetta er straujásteik. Ok, já, hún getur kannski nartað lítinn Já, því það er ekki búið að dekka það með einhverju sko grænsalati, sko, sem ég þarf að vera að plokka af. Já. Þetta er götustelpa þegar kemur á mat, eins og móðurinnar. Dilja horfir á salatið og hugsa bara, byrju, þetta er maturinn sem maturinn minn borðar. Ég þarf ekki að borða hann. Þetta er kanínufóður. Eins og ég segi svo. En við borðum kjötið. Þetta er glæsilegt. Það er konudagur, væntanlegur, um helgina. Jesús, já, og góðu gleði. Ætlum við ekki að kalla hennar þátt það? Ég ekki, mér finnst það. Góðu gleði þjóðmála. Og fagnum konum auðvitað, liftum konum. Eina skipti í árunum sem ég fæ 2 konur í samansett. Þetta er fyrsta skipti og síðasta skipti á þessu ári, já, ég hugsa þessi svo leis. Og það er febrúar. Stýrimir sendi okkur síðan hérna Pér Simón, kampæinn. Ekkert af því. Með þeim skilaboðum að það var engin sykur í þessu. Hann vissi að þið voru að koma. Mikilvægt. Þannig að þetta er bara lýðheilsufræðin. Já. Við erum bara að tala hér um óhollustu og skatta óhollustu og svo bara bjóðum við hér upp á kjöt og sykurlaust kampæn. Sykurlaust kampæn. Sko ég get sagt ykkur frá því að ég borðaði enga bollu. Nei. Og ég meiri það reyndi að fá, takk fyrir. Takk fyrir að skemma skemmtilega byrjun á þættinu. Ég reyndi að fá ölmu í smá grín á þinginu. Já, það hefur ekki gengið vel. Nei, og ég reyndi að hvetja til þess. Sögur sem byrja, ég reyndi að fá ölmu í grín. Já, ég komst að því, þetta var svona smá harkalega viðtökur því að það var búið að bera fram bollur fyrir þingmenn og ég laði til að því ég var búin að sjá þess að fréttir um sykurskattin að hún myndi fara, taka bollurnar og henda þeim. Já. Og ég myndi taka það upp. Einmitt. Nei, þvert nei. Hún var ekki til það? Nei, ekki til það. Ekkert fyndið og bara allt best í hófi. Allt best í hófi, já. Ég meina, ég nú, þú veist, ólíkt því sem Gísli heldur, þá er ég alveg sammála því og þú veist, ég get alveg komið fram í þessum þætti og sagt, ég fekk með bollu, en Íslendingurinn er að borða 4,5 bollu á mann, sko, að meðaltali. Þannig að þú veist, við skulum alveg. Það eru 3,5 og mikið. Já. Ég held það, sko. En veistu, ég vil eiginlega samt tala fyrir því að, sko, mér finnst þessi sykurskattur, ég er bara hrifin, sko. Þú veist, mér finnst þetta bara gallhart hægrimál. Vitið þið hvað... Hægrimál? Já, mér finnst það. Því að vitið þið hvað, þú veist, þessi offita er að kosta landsmenn. Bara í heilbrigðiskerfinu. Ef þú farið við það.
Klíningin nú með svara við því. Já, einmitt, Við veitum það, svo skál fyrir því og skál fyrir Skál klíninginni. fyrir sykurlausu kampaðinni. Já, og eina skattinu sem ég hrifin af þessi dagurinn, það sigurskatturinn. Já, þannig að þú vilt bara að ríkið stýri því hvernig við stýri næstu okkar. Já, svona í nafni, eða svona í ljósi þess að ríkið rekur heilbrigðiskerfi, þá já. Þú veist, þá ætlum ég að segja já, takk. Sko ég heyri það að næsti kallkyns viðmælandi ykkar þarf að vera pabbi minn. Já, hann mjög hrifinn af sykurskattunum líka til að vera mikið hægramál. Já, við Einar erum saman í þessu og Já. höfum alltaf verið, sko. Alltaf verið, en ég algjörlega ósammála þessu. Við erum hérna skattpíndasta þjóð í heimi, eins og ég búin að draga fram í þinginu. Við erum hæstu skatt í heimi þegar við tökum til bara aldursamsetningar þjóðarnar og útgjaldandi varnamála og því hvernig lífeyriskerfið okkar uppbyggt. Og það ekki ábætandi. En auðvitað þetta sama fólk og hérna stýrði hérna landinu síðast í vinstri stjórn. Auðvitað dúkkar þessi hugmynd upp aftur sykurskattinn sem nú stundum nefndur fátækarskatturinn þegar hann kemur auðvitað langverst niður á þeim efnaminni. Heldur betur. En þú veist, það er samt ekki alveg staðan hér á landi eins og bara, nefnum bara sem dæmi Bandaríkin, það sem bara nánast hákamast fyrir einhverja fjölskylda að fara að McDonald's og borða þar, sko. Það ekki staðan hér. Sælgæti og snakk og hvað þetta allt er ógeðslega dýrt hérna líka, sko. En það allt dýrt, sko. Já, einmitt. Það frekar bara að létta álögum af því sem hollt, sko. Já, en bara að fella niður allar álögur af, þú veist, hollumat. Ég mjög hrifin af því líka. Ég hrifin því. Ok, við lendum þessu einhverstaðar. Gísli, þú bara stimplaði út. Já, ég bara jafnum á því að þú hefði verið að kalla þetta skattaækurum minna, sko. Það bara gerist þú sjálf þessu þóttum, sko. Þetta fyrsta og eina skipt sem ég gera í þessum þætti. Já, okay, já. Ég lofa því hér. En þetta þingdarstjórnunar, sko, já, þú veist, en ekki að stýra því með einhvern veginn hætti heldur en sköttum, sko. Þú veist, ekki að vera bara með, sko, hvatningu og hérna, einhverja svona, já, bara áróður og fleira. Ég búin að vera að kalla eftir alls konar bara svona mjög eðlilegum áróðri í þessum efnum og ég hef ekki... Ég er alveg ekki að mitt á mörgum, ég er með kjöt og sykurlaus kampæn. Ég segi takk fyrir þig, Gísli. Og léttbjór, hvernig það var kalda. Og sykurlaus kampæn. Ég er búin að vera að tala fyrir alls konar bara svona eðlilegum lausnum sem snúast ekki það að leggjast í og grúfa sig yfir gögn í þaula í öllum plássum landsins. Heldur í rauninni bara gamla góða farin í íþróttamiðstöðina, taka sjálfsalinn úr sambandi, kannski bara hendunum og svona, þú veist, reyna að lækka hérna gjöld fyrir krakka sem að æfa íþróttir og eitthvað svona, þú veist, bara svona eðlilega hlutir til þess að gera. Og við vorum að gjamma þetta í mitt í vikunni, sko, og ég fæ ekkert nema, sko, spýjurnar og sletturnar í mitt innhólf frá lýðheilsufræðingur landsins, sko. Nú, okkur. Þetta svo ótrúlega, þetta náttúrulega sem málflutningu svo ægilega skaðlegur. Og það að vera að hugsa svona mikið vikt og eitthvað svona þyngd að það sé öllum skaðlegt. Þannig að í rauninni allt sem ég hef fram að fara í þessum máli, samkvæmt sérfræðingum, ekkert eðlilega skaðlegt. En allir séu sama sinnist þá varðandi það þegar að vinstirmenn að tala að hækka sykurskatta? Veist það, ég bara veit það ekki til já, vegna þess að ég veit ekki alveg hvað leið þetta fólk vill fara aðra en þá að láta greiða sér meira fyrir að vinna enn frekari greiningar á málinu. Þú veist, það er eina sem ég get svona eina svona, ég meina þeirra hvatning liggur þá væntanlega þar, sko. Þú veist, fleiri skýrslur, fleiri einhverjar djúp greiningar á, þú veist, klukkan hvað, fólk að fitna hvað mest og eitthvað svona, sko. Ég meina, ég hef verið að reyna að leggja mitt á mörkum, ég nú nýlega búin að leggja fram þingmál og við Sjálfstæðisflokknum skattafrádrátt út af tómstundum barna meðalans út á íþróttastarfi. Þetta nú fyrir íþróttapappan. Já, ég meina, það er bæði til þess að styðja við barnafjölskyldur en líka forvarna og lýðheilsumál. Þannig að það tekkar í bæði bósinn. En svo persónlega ég auðvitað að reyna að leggja mitt á mörkum á mínum vinnustað og það er bara með svona skömmustaðferðinni. Ég mæti rektina, ég birtaði myndir, ég taka það sem eru ekki, ég mæti skammast í þeim. Já, og það er smánar þá. Og fólk heldur þetta sé gert sko til þess að upphega sjálf mig, en þetta er gert til þess að rífa aðra niður og til þess að hvetja og til þess að mæta. Og svo mæti ég svona kem hleypandinn í þingsalinn með blautt hárið, svo allir viti örugglega ég hafi verið í rektinni og þá get ég farið að taka, þið vitið samtal, en hvar varst þú? Hvað varst þú að gera á hann? Ég sá þig ekki. Þú varst auðvitað í fiskibólunum. Með mikilli sósu. Kerfisbundið niðurbrot. Já, sem að virka held ég sko örugglega betur en skattahækkanir. Já, ég meina við vitum það, allir ofbeldi virkar. Já, það er bara... Við tölum fyrir því, við styðjum það. Já, ég meina á mínum vinnustað. Já. Þetta er samt náttúrulega eins og skvetta vatn og gæðis samt sem áður, sko. Ég veit að þú hefur tekið varaformann Sjálfstæðisflokksins Jens Garðar Helgason í bakarið dag eftir dag eftir dag og þú hlustar hann á þig. Nei, og svo fæ ég bara sendar án myndir það sem hann er gúffandi í sig 4,5 bollu, sko. Þetta, nei, það virkar ekki eins vel á alla. Nei. Já. En Jens Garðar er hamingjusamur og það er það sem getur máli. Hann er það, hann er sællegur í selskap. 1, 2 og 3. Já, ég er sammála því. Þannig að hann er að fara með þetta Björkvöld þjóðmálavæntalega á Eskifirði á laugardaginn.
Það myndi ég halda. Já, Einn af Ég þeim sem hugsa- að fekk sæti. Ég hugsa að Jenny stækki bara 5 númer þegar hann er komin í sitt heimapláss, sko. já, hér á söðingin. Já, Já, Við vitum það. það verður læti í honum í Randúls sjóhúsi. Hvar eru uppselt? er það ekki? já, Já, heldur geggjað. betur. Þannig að, heyriði vinkonur, Kristín, þú ert honum ríkistarsmaður. Já, skál fyrir því. Ha, bara til Velkomin í hamingju með hópinn. það. Já, Skál. Bara stytting vinnuvökunar og hérna, allt smart. góði líferir og Allt smart. bara. Svo hef ég reynda verið vöru við mötunutinu, sko. Ef að sjá hérna, Kristín Gunnarsdóttir Landsbankans. Já. Fyrir það sem er að hlusta, þá er Sjá hennar blástur. Takk fyrir að segja það. Ég hefði sagt það ef þú er ekki Vá. sagt. ég ætla að reynda að hrósa þessari mynd. Bara, Já, þú trefin. já, Já. gullfalleg kona þannig að fara. Æ, takk Gísli minn. Þannig að maður er ekki kallað dömusöld fyrir ekki neitt, sko. Ég veit það. Sem Ég- Ólu vinkona en fann það upptundum á mig. Dömusögullin. Já. Já, ég reyndar hef rætt við Rakel og hún er bara hrifin að þessu viðnefni, sko. Já, Og hún er já. náttúrulega sammála. Já, ég vona það. Já. Herru, já, þetta Nýr verður gaman. fórstuðumæður, hvað upplýsingamiðlunar? Já, þarna er verið að setja saman sem sagt, Þetta er samskipti. eitthvað svona ríkistarseti sem engin veit hvað er, sko. Ég skal útskýra það. Þetta eru hérna samskiptin og greiningarnar. Og greiningarnar. Ok. Ég menna það er ekki til gleggri greinandi en koma gott. Þannig að þarna bara er verið að setja hérna, styrkjaða hann arm. Allir þínir helstu styrkleikar einhvern veginn í þessu starfsheiti. Alveg. Ég sé þetta. Þú Ég sér sé þetta. Já, vonandi bara að þetta verður stemming, held ég. Og ég er rapportera, bara ég og Dilja verðum þínir hérna ríkistarsmenn á feltinu, út í feltinu. Já, Tvær konunar og 2 ríkistarsmenni sem fá komingað. Nei, en þetta er lélega hluta starra plani, sko. Þetta er náttúrulega alltaf, þú veist, það er alltaf einhver svona stærri hugmynd á bakvið þetta, sko. Og ég meina, það var ein hugmynd að við erum búin að vera að vinna í því að finna nýjan sem sagt, leikmann við hliðin á Ólufi í tvíliðaleik í tennis. Og hún hafði augast á Lilju, hérna, bankastjóra Landsbankans. Þannig að þetta er svona hluti í þeirri, hérna, viðleitni að svona liðka fyrir því, sko. Þannig að vonandi komast þær í tvíliða núna þegar ég er svona, þú veist, næja að vinna í Og ert þú að fara að mæta frá 8-4 og 8-12 á föstudöfum til að sinna því? Já, Ok. þetta er svona hluti Mikilvægt. af þessu öllu. Hvar tekur þú styttingu vinnuvökunar? Er það alltaf á föstudöfum eða hvernig, ertu búin að ákveða þetta? Núna sko þarf ég að kannski að prófa að stíga inn í bankan og vinna eins áður en ég get svarað þessar spurningu. Þetta er bara forgangsmál allar ríkistarsmanna, þannig að En næstum Þetta var kemur. allavega ekki eitt af því sem var rætt í hérna, Nei, ok. samningaviðræðum. En þú nefndi mötunetti, ég var forröðin að heyra bottin á því. Hvað? Já, ég hef verið vör við og ég fekk þá viðvörun frá vinkon okkar sammeilari Mörtumaríu Vinkel að hún sagði, nú þarf þú að passa þig vegna þess að það eru landslískokkar þarna og bara það er ekki, þú átt ekki von á góðu í þinni þingdastjórnum. auðvitað er ríkisbankin með landstiskokk. Það sjálfsög. Já, Ég hef fengið svona við varna gegnum tíðina Já. og ég er auðvitað kannski ekki þessi hefðbundi neytandi, Nei, nei. þannig að þetta hefur engin áhrif á mig, svona Nei. hefðbundin mötunetti. nei. Mötunetti sem er kótilettur Já, og af því að þú fúlsar við öllu. Ja, við öllu? Ég er ekki Fiskibólur svona og kótilettur? matvönd. Ég borða bara það sem, þú veist, fyrir Já. mig er lagt, sko. þá skal ég gefa þér gott ráð frá ríkistofnun að vera bara hægra megin, sko, það sem allt annað salati út að græna er, sko. Já, sem þú borðar Sem ekki. þú varst að útvega Já, sem rétt þú áðan. borðar ekki. Ég snerti hvorut, ég kem aldrei Þetta er að svona, þú veist, já. Þegar ég kem í mötunetti upp í vinni á mér, sko, þá segir starfsfólk, heyrðu, það er akkurat eitthvað sem þú borðar í dag. Þeir segja á enskunni, sko, do as I say, not as I do. Þú veist, það er þú. Já, það er ég. Það er búið að taka til hliðar einhverja eldri pulsu sem Já. þú farið að naga hérna Djúpsteikta. Djúpsteikta. Þannig að þú skipar Jenskar að fara salatið. Hún nagar gamla pulsu í staðinn. Nei, en mér finnst sko, bara fyrst þú nefnir þetta, ég veit við erum búin að klára þetta sigurskattsumræð, ég held samt hún verði svona allt leikjandi. Ég er kannski Mér heyrist það, já. Ég er ágætið stæmum það að sigurskattur virkar ekki, sko. Já. Mér finnst ég bara, geta viðhaldi minni þingdastjórnum vel og bara með mjög óheilnæmu fæði. Já, einmitt sko. Þetta er gamla góða að miða allt út frá sjálfum sér og ég gerir það mikið sko, en ég held að þú sért ekki svona, þú veist, þú ert ekki svona baseline þegn. En það nokkuð, erum við ekki sammálað það, Gísli? Ég reynda lítið ekki á fólk sem þegg, sko. Ólið tekur ríkistarsmannunum, þá lítið ég ekki á fólk sem þegna. Við erum ekki þjóðfélags þegnar hér. Nei. Ok. En ég heyr að þú ert komið þangað. Já, það sjálfsög. Bara fyrir lifanslöku. við það eitt að fara ráðningarsamningu ríkinu. Skrifaði undir og þá var bara að tala þegn. Þegna og þræla. Æ, Gísli, minn, þú ert minn þegn. En til að hafa ekki um nýtt starf. Já, þakka þér fyrir. Það verður gaman að fylgjast með þér í þessu. Já, takk fyrir. Verður þú þá hluta BSRB eða hvernig, þú veist, verður þú... Nei, er það nokkuð? Nei. Ég held að fjármálafyrirtækin eru nú með svona sitt eigið gróms sko. Já, ok. Fyrir Já, sig og allt sitt. bara alveg eitthvað frábært apparat og aukin fæðingarálsetning, þú getur bætt við 4 barninu. Það mun ég ekki gera. Hefur Ég skal það? lofa því. Ég Nú það kjörið er búið að tækifæri. loka þeirri sjoppu. Getur sagt.
Ég bara sá að sko hagfræðingur BSRB var í Silfrinu í vikunni Herðu, ég var að enda við að hlusta á þetta á leiðninga. og vinkonakar Andrea Sigurðardóttir blaðamann á Morgunblaðinu, hún tók saman þetta smá klippu sem við skulum vel hlusta á. Já. Hún var að kalla eftir það sem hún kallar aðhald á tekjuhliðinni. Einmitt. Hlustuðu bara á þetta og bara þetta svo. Ég vilja sjá svona hlutur hún kipt í lægin á þess að Sigurður Ingibjörg er hérna að tala enn meira eftir smá. Sko við myndum náttúrulega vilja sjá aðhald sem að sko ríkið hefur verið að beita til þess að koma svona til þess að leggja sinn hlut inn í efnaðarstjórnina að það aðhald er þá tekjuhlið en ekki á útgjaldahlið. Mér finnst Daði hér vera að höggva í sama knérun með þetta sko að það sé bara rosalega mikil útgjaldaaukning. Tekjur sem hlutfalla vergri landsframleiðslu hafa farið lækkandi síðastliðin 5 ár. Í stað þess að vera með aðhaldið og tekjuhlið þá fór ríkisstjórnin bæði fyrri og svo síðari meðan á útgjaldahlið. Aðhald á tekjuhlið. Aðhald á tekjuhlið. Snirtilegt orðið við skattahækkanir. Ég fæ bara vont bara í munnin, sko. Já. Það er ekki hlustandi á þetta, en þetta er náttúrulega samfylkingin, hún kristallast svo í þessum málflutningi, þannig að kemur náttúrulega samfylkingadraugur upp. Sigurður með Ingibjörg þessa- er já, náttúrulega fyrirhandi þingmaður samfélkingarnar. Já, við þekkjum það. Móðir Jakobs Birgissonar. Móðir Jakobs Birgissonar, já. Vinur Já, en hann er náttúrulega ættaður líka af góðu sjálfstæðsfólki, við vitum það, þannig að við skulum nú ekki afskrifa hann, en þetta er auðvitað akkurat þeirra málflutningur sem að, og svo reynaðu að dulbúa núna í samfylkingin 3.0 nýju samfylkingunni, með eins og Árni Helgason kallar þetta, með einhver svona orðagjálfi aðhald og á tekjuliðin og hvað sem þetta er, en þá bara kallaða hlutina réttunöfnum, þannig verið að tala fyrir skattahækkunum og skildi engan undra komandi frá samfélkingunni. Og það er eins og eins og þau hafa ekki lært neitt af því að vera í síðustu vinstristjórn, nú er það aftur komin í aðra vinstristjórn, að þegar að skattar verða óhóflegir og ósangjarnir, þá hreinlega fer fólk. Það er ekki bundið við að vera einhverju skattaþrælar hérna á Íslandi, sko. Þannig að Facebook-grúpan Íslendingar í Barcelona, hún á kannski að stækka. Ég meina það er bara lengi vonu einum, það er svoleiðis. Já. Já, þetta var ég var að mynda að hlusta á þetta leiðninga, sko, en ég meina hún er, sko, ég held eiginlega að samfélkingin ætti að bara sækja bara í lúðurinn, í ölsingavelunin, vegna þess að þú veist, þau eru búin að búa til svona nýtt tungutak yfir þið ýmsa og það gengur mjög vel hjá þeim. Ég meina aðhald og tekjuhlið, það er nú eitt. Svo reyndar annað orð sem kom reyndar því miður úr ranni var ekki Ásmundur Einar sem kom með orðið snemmtaka íhlutun sem ég held að fæstir þegnar viti almennilega hvað þýðir, sko. Þannig að það er alltaf verið að búa til og svo er hann að tala núna, hann Þórður Snær, vinnur okkar grifflustrákurinn, hagsmunahægrið og svona fleiri þendur, að vera að búa til eitthvað svona frasa. Líður að þess ákvæði þetta mér í hug? Einmitt, og svo alla þessa sanngirni sem kom náttúrulega fram í kringum veiðigjöldin og allt það, og hún ræðir líka það og við höfum samt það í huga, hún er náttúrulega ekki þarna fyrir hönd samfélkingarna, hún er þarna fyrir hönd BSRB. Ykkar ríkistarflana. Já, hún er þarna fyrir hönd BSRB og ég meina hún er náttúrulega bara að tala sem hagfræðingur þeirra samtaka og auðvitað var, þú veist, eina sem hún vildi ekki gera sem komum fram síðar í þættunum væri að jafna kjör á almenna markaðnum með við opinbera starfsmenn. Það ætti auðvitað bara almenni markaðum bara hífa alla upp á við ríkisstarfsmennina eins og það sé náttúrulega eina sem sé gáleitt stöðinni. Þannig að þú veist, auðvitað er hún bara, ég meina, hún er bara þeirra Heiðrún Lind, sko, hún er bara að gjamma fyrir þennan málstað og bara stendur sig ágætlega í því sýnist mér og hvað kona. En ég veit það ekki, aðhald á tekjuhliðinni, þú veist, ég veit ekki hvað hún heldur að eðlilegt fólk taki út úr þessum málflutningi. Og svo talar hún líkum, sem er alveg galið, að það hafi orðið svo mikil skekkja í tekjuöflun ríkisins, eins og það sé eitthvað svona óumdeilanlegur núllpunktur sem sé verið að, þú veist, svega frá og við þurfum bara að komast aftur. Og þurfum að stilla af einhvern veginn. Við þurfum að stilla af, við þurfum aftur að komast á hana stað sem er eitthvað náttúrulegumál. Þetta er náttúrulega bara algjört kjaftaði, hvernig sem á það er litið. Þetta er bara eitthvað kaka og það er bara einhvern veginn að skera hann öðruvísi, sko. Það er auðvitað hugsunin. En varandi það hvort að hún sé að standa sig vel í hagsmunagæslu fyrir sinn hóp. Hún er bara að tala þessu máli og ég meina hún er vantarlega að þykja laun fyrir það. Já, en ég þekki það auðvitað vel að vera svona aðeins í smá andstöðu við þennan hóp því að ég hef auðvitað verið að tala fyrir því að við fækkum ríkisstarfsmönnum, að við afnemum réttindi þeirra því að það eru algjörlega galin, til dæmis í samanburði við réttindi ríkisstarfsmanna í Evrópu. Það sem að því að kjörun þeirra hafa verið að stórbatna og launin þeirra hækka og vinnutíminn þeirra hefur verið að styttast og hvaða nöfnum sem þetta nefnist, en þau halda alltaf ennþá í sömu þessi lagalegu réttindi, en lagalega ramma
þessi vinstistjórn sem er núna uppsöndur áminningu og til fleira, dæmis, já. ég hef nú verið að tala fyrir því að við afnemum áminningarskylduna þessi ríkisstjórn hefur nú tekið undir þann málflutning meðal hann sem part af þessum hagræðinga áformum sem við höfum síðan lítið heyrt af síðan að þetta var kynnt og ég á nú eftir að sjá þau fylgja því eftir þau hafa nú ekki tekið mjög vel í þetta í þessum samtökum og í þessum kreðsum. En þú ert með svo ríkan veikindarétt að þú getur náttúrulega bara lagst í rúmið, sko. Þú vilt ekki bara gera það? Og það er náttúrulega gerðan að gerast hjá hinn ómbera. Sérstaklega í sömum sveitafélögum, sko. Hvort sem það er ríki eða sveitafélögum. Að við sjáum það auðvitað að það eru auðvitað starfsfólk miklu veikara heldur en á almenna markanum. Og það eru auðvitað galin hugsun og rótin að þessum vanda varðandi þennan hugsunátt er auðvitað sá að þetta fólk skilur hreinlega ekki hvernig verðmændin verða til. Og hverjir það eru sem að greiða fyrir velferðin okkar og fyrir öll kerfin okkar. Og þetta hef ég ítrekað rekjum á í umræðum á þinginu, þar sem að í umræðum meðlans verðmætasköpun, þar sem að þingmenn meðlans samfélkingarna hafa komið upp og mótmælt í bara mjög harkalega að ríkið búi ekki til verðmæti. Og þá hefur verið að tala um einhver svona huglega verðmæti eins og menntun eða heilbrigðisstarfsmanna. Þannig að, já, þessi vandi hann er mjög djúpur og ég held að við komumst ekkert ég held að við enduræsum ekkert hagfræðing BSRB held að gera það ekki. Heldur Jakob Birgisson sé eitthvað, hvernig heldur samræðan sé við eldursprófið heima? Ég ætla að vona sem fluttur á heiman, byrjum að því. Ég ætla að vona það. Þannig aðstofmaður áður, hann er með næstu 2 milljónir á mánuði, sko. Já, hann hlýtur nú að geta greitt fyrir 1 stykki íbúð undir konun og börnin. Ég vona það. Ég vona að hún Sigríður Ingibjörg þurfi ekki að sjá fyrir þessu öllu. Ég sit nú oft til borðs með Jakobi upp í þingi og ég held að þær séu bara stór skemmtilegar. En hún er alltaf alveg sérstaklega á því að gera grína hlutunum og draga fram ákveðið samhengi og hleypa til luftu. Ég þarf að fá hann í þátt, ég held að hann er ekki frábær hugmynd. Heldur hann byrja ekki bara að herma eftir móður sinni þegar hann er eitthvað að vera erfið. Ég held að það segja, hann er náttúrulega einn besta eftirherma landsins. Það er rétt. Reynda fáninga og þess að herma eftir ríkisvöldri. Tala um aðhald á tekjuhliðinu með rödd móður sinnar og fleiri minnstrumanna. Aðhald á tekjuhliðinu. Það er bara enginn sem hefur náð Ölmu Möller með viðlíka hætti og Jakob Birgisson. Er í þætti hjá okkur rétt fyrir alþingiskosningar þegar hann holdgerðist í þríekið í heildsinni og lékuði öll. Það var nú mjög eftirminnilegt. Og svo situr maður með þessu fólki í þingi og maður hugsa alltaf bara Jakob að einhvern veginn að leika þau, sko. Nú hann aðeins getur fylgist vel með þeim og pikka upp taktana á svona, bara frábært. En sko í þjóðmálastofunni, þar er náttúrulega hlutin bara kallaðir réttu nöfnum. Og það er bara eins og það er. Þannig að við hvetjum allir til að fara á þjóðmál.is, skrá sig í þjóðmálastofuna, taka þátt í samfélaginu þar, velja myndarlegan stuðning við þjóðmál og veslaðu auðvitað á vörurnar okkar sem að sameiginlega vinnur okkar í IT House of Brands er að framlega. IT House of Brands, krakkarnir í Dóttakvarfi. Þau eru alveg frábær. Það er mikið að gera þeim og ég veit að einhver fyrirtæki eru að byrja að undirbúa sumarið og svona, þannig að það er að gera að kíkja á þau og láta búa eitthvað gott til fyrir sig. Já, klárt. Og þau líka finna sko lausn á öllu. Ég meina, þú veist, við létum að gera blástursskuplu sem ég get lofað ykkur að engin annar hefur nokkuð tíma beðið og mun ekki beðið í framhaldinu. Já, þau gera það samt. Þau leysa þetta bara. Þau finna bara eitthvað fáránlegan byrgja og leysa málin, sko. Þau hugsa bara lausnum þessi krakkar. Já. Það er bara frábært að koma til þeirra, sko. Ég fer stundum bara, þau kunni ekki vel að metta því ég fer stundum bara og sita og vera truflaði, sko. En að þau eru bara í vinnu. Eitthvað annað þú? Eitthvað annað ég sem bara... Þannig að maður fara alltaf valkvíða þegar maður sé vörurnar. Já, ég veit það. Þetta er elegant. En mér er mjög reynd að skrítið þú sérst og dettir inn í, þú veist, Dóttakvarf að þetta gæti ekki verið meira út í raskati þessi starfstöð. Ég bý í Úlfsdal, sko. Já, ég veit það. Þannig ég er ólíkt þér. Nú mótum alveg þessu harlega. Við ætlum að ræða þetta eftir, sko. Þú veist, þessi útkverfa skoðum þín eða, þú veist, já, bara fjandsamlegt viðhorrigarð útkverfa. Útkverfa kvíði, myndi ég kalla þetta? Ég er alveg upp í, já, reyndar ekki útkverfi, en í á Nesi undarlegu sveitafélagi við rætur Reykjavíkur hálfpartinn Vesturbærinn, sko. Já. En ég man eftir þessar umræðu á gamla vinnustafnum mínum og lögmannsstofuna sem ég var einhvern veginn að tala um langt í burtu frá og þá var einmitt alltaf verið að spyrja því, sko, langt í burtu frá hverju? Hver er eiginlega miðjan, sko? Miðjan er náttúrulega eiginlega bara nýbýlavegurinn, sko. Myndi einhverju segja, sko. Er Kringlan. Já, Egilshöllin myndi ég segja.
Þannig að sko fyrir mig að kíkja upp í Dótakár, þetta er bara þægilegu rúndur svona. Sama á mér, bara skalli hann rétt hjá Já. og margt til þess að skoða hann í nágrunnu. Bara smartasti restaurant sem Diljámis getur hugsað sér. Ég meina það er raunverulega restaurant, það er svo mikið Ég ætla að ánægni. segja vörklass í vörkvarfið og svo kíkja svo upp í þetta þeirra sko, en skallið líka. Já. Pizza og skalla segi Já, ég. það er bara hægt að vinna með hvort ekki. Já, þetta er allt hægt. Þannig að Diljá, ég sá að þú varst í umræði í þinginu í síðustu viku málefni barnafjölskylda. Það var sérstök umræði sem tókst þar við Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra. Já. Þannig að svo við förum úr einu í annað, förum úr útkvörunum beintinni á þing aftur. Þann snjalla ræðumann. Já, þín orð. Nei, það var bara virkilega En skemmtilegt. þetta er umræði sem þú kallar eftir, eða þú baðst um. Já, ég kalla eftir Bara þessari hlustur umræðu. áttis á því að þingmenn geta kallað eftir sérstökum umræðum einhver mál við ráðherra og þú gerir það þannig. Já. Veistu ekki? Ég hef gert það í nokkuð skipti og núna voru mér hugleikin málefni barnafjölskylda. Ég náttúrulega með ung börn og auðvitað margir í kringum mig þannig að við höfum lagt fram sjálfstæðismenn nokkur þingmál svona til þess að styðja betur við bakið á barnafjölskyldum átekjuleginni en ekki með aðhaldi og svo laði ég fram og við í sjálfstæðarflokknum frekari þingmál. Ég var búin að nefna eitt um skattafrádrátt út af tómstundum barna og við hefum verið að tala fyrir almennum skattafrádrætti bara fyrir það eitt að eiga börn. Það getur komið sér vel fyrir okkur öll hérna sem sitjum hér. Já. Og afnámi stimpilgjalda sem að Vilhjálmur Árnason hefur lagt fram og fleiri góð þingmál og þetta var Gróðasti skattur sem til er. Já, Já. fáránlegur. einmitt og við höfum verið að berjast fyrir þessu á þingi og Vilhjálmur hefur nú leitt þá baráttu en umræðan var kannski ekki alveg eins og ég hefði séð hana fyrir en það er oft hann með sérstak umræð. Þetta er svolítið merkilegt form, þetta kalla sérstak umræða en þetta er í rauninu bara sérstakar ræður. Þú veist, þú flytur svona einhverja flutningsræðu svo svarar ráðherrar og svo koma aðri flokkar með svona innlegg og svo svona súmir þið upp umræðin í lokin. Þannig að þetta er ekki mjög mikið samtal. En þannig ég er að tala þarna um stöðu barnafjölskyldna og hvernig ríkisstjórnin hefur verið að einhvern veginn leggja álögur á okkur landsmenn sem hafa nú verið þó nokkrar og hvort þau hafa verið að hugsa fjölskylduna sérstaklega. Vildi nú ræða sérstaklega samsköttuna sem var afnumin til dæmis. Af því að við höfum verið að benda á það Hefur áhrif á 15 til 20.000 heimili. sem að þau hafa afskrifað sem bara ríkt fólk sko. Þetta hefur bara áhrif á ríkt fólk og eru þá ekki að horfa á fjölskylduna sem einingu heldur bara þá sem eru í einhver ákveðnu skattþrepi. Ekki til dæmis makan sem er kannski veikur eða í fæðingarlofi eða hvað sem það er og hefur viljað nýta þetta skattþrep. Og við hefum gagnrýnt það að þessi ríkisstjórn líti ekki á fjölskyldunum sem einingu og vil ekki vernda fjölskyldunum sem grunneiningu samfélagsins sem hún er. Og ég vildi ræða þetta, en Ragnar Þór, hann vildi aðlega ræða bara óhagnaðardrifið húsnæði, félagslegt húsnæði og hann var bara með langa tölu það, sko, þannig að þú veist, það er það sem ger svolítið í þessar umræðu, hann getur sagt það sem hann vill, sko, hann vildi ekkert mjög mikið vera að ræða fjölskyldunum sem grunneiningu eða skattahækkanir, sko. Hann vildi bara reka enn frekari fleig í hjónabandið. Já, ég meina, þú veist, að því að einstaklingurinn er bara skattaðali í augum þessara ríkisstjórnar, ekki fjölskyldan. En þetta var svona áherslumál hjá okkur að tala hvernig við getum létt byrðar á barnafjölskyldum með því að hreinlega lækka skatta og skilja eftir meira í þeirra vössum. Er hugtakið fjölskylda einhvern veginn að, já, ég get ekki að segja degi út, en þú veist, það tala í stjórnmálulegu tilliti, þú veist, eru stjórnmálflokkar að hugsa fjölskyldur og fjölskyldugildi eða svona að sé eitthvað að hagræða því að vera með fjölskyldu? Já, sjálfstæðisflokkurinn gerir það og við höfum ítrekað sett það út í okkar stefnu að fjölskyldan sé grunneining samfélagsins og við höfum að standa vörðum hana, meðal annars í skattalegu tilliti og ég fengi ábendingar það og það sem mér hefur þótt vera svona vont í þessar umræðu þegar ég verið að kalla eftir þessu samtali til dæmis við þá sem eru kringum mig hvað megi betur fara, að þá erum við búin að ala upp svo marga kynslóður af bótaþegum að ef ég ræði þetta við þá sem er kringum mig þá berst tali gjarnan að vaxtabótakerfinu eða barnabótum og veist einhvern veginn að millitekjufólk passa ekki inn í þessi hólf sko og ég hef þá spurt á móti akkur tala við mig um bætur, akkur tala ekki við mig um skattalækkun því að akkur viltu afhenda ríkinu peninga til þess að fá það tilbaka þeim sem útdelt einhvern veginn eftir einhverjum dyntum sko En það er náttúrulega bara nákvæmlega sú stefna sem núverandi ríkisstjórn er með og við hafa áfram taka pening dreifur svo eins og þeim hendar hverju sinni sko En því miður gerði við heldur ekki nóg af því að breyta þessu kerfi. Við vorum byrju aðeins að letta af því og vindu ofan þessu kerfi og síðan bara þegar við síðustu kjarasamninga þá einhvern veginn fór það allt einhvern veginn út í vindin því miður.
en mér finnst það mikilvægt að við endurvekjum þennan hugsunátt og höfðum til þessar áherslu atriða hjá fólki. Það sé ekki biðja takið bara peningana mína en ég vil bara fá það tilbaka, vill að fara tilbaka. Biðjið frekar að það sé skilið eftir meira í ykkar vössum til að byrja með. Og veistu hverju skoðan að systir þín í þessu efni? Þá er ég ekki að taka sjálfa mig. Sólveig Anna Jónsdóttir. Eins og í svo mörg. Ótrúlegt mál. Hún talar þetta. Skiljiði eftir meira í verskum landsmanna hver mánaðamót. Takk fyrir. Já, við getum verið sammála henni í því. Eins og svo mörg öðru. Já, eins og svo mörg öðru. Óþægilegt og ótrúlegt hvað margt sem við erum orðin sammála. Ég hef stundið sagt bara einhvern veginn hefur það svona, hafa hlutinni þróast þannig síðustu kannski 2 ára, Sólveig Anna stundum hann rödd skynsemi sko. Já, segja nú margt. Hún kallar þetta skeifukenninguna. Hún hefur ekki farið mjög djúpt í sjöman á því einhvern veginn. En það fór nú vel á með henni og Snorra Másinni í dagmálum hjá Andriðu vinkur okkar. Einmitt. Já, þau voru bara ægilega sammála um eitthvað annað. Skeifur að mætast í hlýju faðmlegi. Það var bara svoleiðis. Nei, ég meina ég bara alveg sammálaði Dilja mín og þú heldur áfram að berjast og gagga í ræðustól og þessi umræða, hún væntanlega hafði enga sérstakar niðurstöðu eða hvað? Nei, og ég nú gerði að spurða því sko, hvernig nennir þessu? Þú ert alltaf að tala fyrir einhverjum málum og svo ertu bara alltaf óbreyttur þingmaður og hvort sem ertu stjórn eða stjórnarandstöð, þú hefur eitthvað að segja. Heyrðu, viti menn, hvað ég búin að halda marga ræður og fara mörg vitur og skrifa marga greinar jafnlaunavottun? Ég skal segja ykkur það að þetta ber árangur og það sko náttúrulega furðulega mörg til hamingju með það til hamingju skjálfur því fyrsti áfangin hún var varandi afléttingu á jafnlaunavottun þegar að dómsmálaráðherra mælti fyrir frumvarp að létta af. Ég ætla alltaf að berjast fyrir því að við bara afnemum þetta kerfi. Dómsmálaráðherra sem var aðstofamar félagsmálaráðherra sem laði þetta á. Hún á bara sérstakt tróskili fyrir það. Algjörlega. Og komið svo, ég meina, hún flott að ranka við sér. Sigríður Gunnarsdóttir. Þetta þarf, já, ég er sammála. Þetta þarf í fleiri stjórnmálamenn að geta einhvern veginn séð að sér, séð að kerfið galla og hafa ekki virkað og þá bara breyta því. Ekki vera ríghalda. Þú veist, Sigríður Ingibjörg, hún gott dæmi það. En þetta ekki akkurat máli? Því að það svo oft sem að stjórnmálamann, og þú heyrt þessu umræði, þið komið með okkur mál og þið heyrið, er þetta áherslumál núna? Er þetta forgangsatriði? Neðsala áfengi eitt já. Og svo oft þegar maður er að skammast mikið í ykkur, oft ykkur þingmannunum og þá maður oft við þurfum að velja slægina þurfum að taka réttu slægina en þetta akkurat réttu slægina eins og þú segir, þeir skýra sig ekki alltaf strax en þeir skýra það á lokum Ég er nefnilega alveg omvendt ég er náttúrulega vil helst taka alla slægi Já, ég veit að þú vilt gera það Ég fór svona átakasæki Ég var svona kurteislega að segja að þetta væru aðrir þingmenn Þetta stofnar hún til stríðs í tómu húsi Þetta hefur verið ástæðinsefni í mínu hjónabandi hvað ég er átakasækin því að það er engin slægir sem ég veð ekki inn í Heima fyrir líka Já, ég meina, látið það líka milli hluta. En ég bara vil frekar vaða í hlutina og hjakkast í þeim og það hefur borið árangur. Það er auðvitað miður að það hafi ekki gerst í okkar stjórnartíð, margt af þessu, en ég meina, við erum að sjá bara frumvörp núna frá, allavega hugmyndir af frumvörpum, það er jafnlaunavottunin, það er áminningaskyldan, það er afnám gullhúðunar varandi ársreikninga til dæmis. Ég meina, þetta er bara hvert mál að fæta, útivistartíma barna, annað mál sem ég tók upp fyrir áveggjan foreldris og barna í Vestmanni sem hefur verið að berast fyrir lengri útiveru barna. Þetta er komið bara einhvern veginn á þingmálskrá eða einhverju fyrir ætlana lista ríkisstjórnarinnar. Þannig að ég bara hendi á mig hugmyndum og ég skal hamast í þessu. Já, við tökum saman lista. Heldur betur. Ég ætla að taka það á orðinu, það er alveg ljóst. En byrju útivist barna, þannig maður gera bara sparka börnum út til að stunda eitthvað útivist, eins og staðan er núna. Ekki Vestmannum, þau bara eru út að leika sér. Þau eru bara sjálfa alla. Og ekki grái. Ekki útskörðum, ég veit ekki hvernig þetta er miðbænum. Nei, ég meina, það eru auðvitað bara hættur á hverju hotni, það sem þið búið, sko. Já, sjálfsögðu. En það sem við búum bara í nágrenni við dýrin og móan og Já, ég er enda rétt hjá húsdýragarðinum. Þú þarft að borga inn til að sjá selið þar, sko. Við erum bara með á í bakarinn. Þeir eru reyndar, ég hugsa að þeir eru alveg töluvert illa haldnir hann í sundlauginni sinni. Já, við hefum nefnilega virt það, sko. Í pollinu sínum. Í pollinu sínum. En sem betur fer stendur það til bóta í sig. Nei, það er forgangsmálin. Stóru litlumálin, sko. Þetta, þessi umræðum, sko, þessi óhætnadrifu leigufélög, þetta er náttúrulega þvílíkt bull, en ég ætla ekki að fara að stað þar núna. Nei, það geti verið bara heill þáttur, sko. Nei, en bara þú veist, óhagnadrifnu það að þau fái þetta á einhverjum afsláttakjörum, það er bara alltaf einhver sem borgar. Þú veist, það er bara málið. Og það er aldrei rætt það sérstaklega.
úr þessum ranni. En stjórnmálamenn stæra sig að því, eins og Ragnar Þórhallsson. Nei, en svo gekk hann Við erum að gera svo góða hluti. Já. Þetta er Já, en hann gekk sjálfur í þá gildru í þessu umræðu, við ekki aðtekla því að hann auðvitað kemur á stjórn Reykjavíkurborgar. Það gleymir sko, flokkur fólksins í Reykjavíkurborg sem ber auðvitað höfuð ábyrgð á þessari vondu stöðu fólks á húsnæðismarkaði. Þannig að það ætti kannski í lítið einn bara varandi það og hvernig samsetningin hefur auðvitað verið á frambóð húsnæðis og lóða í borginni. heldur betur. En þú veist, það er líka bara heilt yfir þessi afstæða sem kom nú líka fram í þessum Silfurstætti þar sem Ásta Fjallsteð vinkun okkar satt þarna ein sem einhvers konar fulltrúi atvinnulífsins eða fyrirtækjana í landinu sko að þú veist, að það, ég meina, óhagnaðadrifin húsnæðisuppbygging og það er bara öll fyrirtæki að vera óhagnaðadrifin sko, svo þau séu þessu fólki sambúðin og það er náttúrulega bara alveg gjörsamlega fáránleg sýn á það hvernig samfélagi eru uppbyggð sko. Og það er eitthvað svona dyggð í því að tala með þessum hætti. Algjörlega, festi á bara að koma út á núllinu sko og þú veist, að þau eru svo ótrúlega góða manneskjur Og vera þakklátt fyrir það. Já, algjörlega, þannig að þú veist, þetta er alveg dálítið hættuleg viðhorf En að hafa. er þetta ekki stóra vandamáli? Þú veist, ég var að tala einn mann í gær sko, og það kom kannski aðeins á næsta punkti sko, með, þú veist, bara maður heyrir að það er þungt hljóð í atvinnurekendum og svona bara fyrirtækjaeigendum, þú veist, menn er einhvern veginn, þú veist, við erum svo fjallaðum þetta aðeins áður, menn er að íhuga aðhalda á mannauðsliðinni. Á mannauðslið. Þannig að það er bara því miður þannig. Ekki samt hjá nóbera. Nei, alls ekki. Almenna markaðnum. Þetta er engageirinn sko, þeir sem að þurfa að borga vaskinn og launa ykkur mannamót og hafa stundum áhyggjur af því. Tryggingagjaldið og allt þetta. Tryggingagjaldið og mitt og það er svona ákveðin óvissu fyrir árið og það er svona, tónnin er eitthvað svolítið sá, þú veist, það er ekkert jákvætt fyrir atvinnulífið, það er ekkert jákvætt signal fyrir atvinnulífið frá henni opinbera. Það er ekkert pepp ef við orðum það á einfaldan hátt. Bara alls ekki. Þú veist, það eru skammir út í sjávarútveginn, það eru skammir út í ferðarþjónustuna, nú hagvöxturinn allt í henni ekki nógu góður, fjármálarar séast til öðruvísi hagvöxt, þú veist, og allt þetta. Hún er eitthvað low IQ hagvöxtur. Bara ekki honum sambúðin, sko. Já, algjörlega. Það er talað illa matvöruverslanirnar eins og þú segir, þú veist, flutningafyrirtækin, þú veist, það er verið að tala kolefnisskatta, þú veist, það endurast þetta. Það eina sem er einhvern veginn peppað, svo ég noti það orð, það eru einhvern veginn bótakerfin og svo þessi svona óhata drifnu leigufélög og fleira, sko. Það er einhvern veginn, það er líka dyggðin, sko. Og svo er þetta líka svo lúmst. Eins og hún sagði hérna eitt sem ég hjó eftir. Þeir sem, hún sagði að hún Sigríður Ingibjörg, hagfræðingur BSB, þeir sem eru með aðgang að míkrofónum í þessu þjóðfélagi. Og maður er alveg, já, ok, hvernig skapaðist þá aðgangur? Hvernig skapaðist þessi aðgangur hérna að þessum mikrofónum, Gísli minn? Þú veist, var það ekki bara þú sjálfur sem bjóst það til, sko, einmitt? Þú veist, það er alltaf einhvern veginn, þú veist, verið að agnúast út í að fólk komi fram og tala hvað. Þú bjóst þetta bara til, sko. Þú bara ákvast einn daginn að fara og vesla þennan mikrofón, sko. Það var enginn sem er með því á launum við það. Nei, sem fyrir auðvitað taugarnar á, þú veist, RÚV og fleirum, þú veist, að sjálfsögðu. Egill Helgason og fleiri stýri ekki umræðinu lengur. En það er alltaf rosalega merkilegt að heyra þessa RÚV elitu tala aðgang á mikrofónum, sko. Þau sem einmitt handstýraði og handveli hverju koma í einhvern veginn ríkistyrta sjónvarpið okkar, sko. Og það er alveg mjög, auðvelt að sjá okkur minnstur í því. Inga Sæland var nú duglega að kalla þetta fram þegar hún var í stjórnarastöðu, að benda á hvernig RÚV einhvern veginn handvaldi fólk í settin til sín og viðtalsþættina sína og þá er ég ekki bara að tala mynda skemmtiþætti eins og Gísla Martins, sko. Ég er bara að tala svona heilt yfir. En varðandi aðhalda mannauðsliðinni, þá hlustaði ég nú á ágætt viðtal í einni pælingu við Kristrúnu Frostadóttur, þar sem hún gerir nú mjög lítið úr þessu og var mynd atvinnuleysi og þetta sé nú bara uppblásið og nú býðum við bara eftir því eins og með lána vísitölumálið. Nú býðum við eftir því þegar komi útskýringar frá okkar allra besta fólki í ríkisstjórninum að þetta sé allt á misskilningi byggt. Það séu bara frábærar horfur og ég gat ekki betur heyrt en það væri þegar byrjað. Þetta er bara misskilningur þegar að vera að tala áhyggjur af auknu atvinnuleysi og eða þá að samsetningi sé þannig að það sé kannski bara allt í lagi. Já, Ragnar Þórun er búin að leiðrétta helstu hagfræðingar landsins með með tekjutenginguna við örorkubæturnar. Já, og við kunnum honum mikla þakk fyrir. Allir að miskilja nema en þetta er alveg rétt, kannski þú veist, það kannski verður einhvern veginn svona pendullin að þú veist, þetta sé bara rétt atvinnuleysi að þú veist, einhvern veginn þessi beintir rétt átt eða... Nei, menn þannig hefur þessi ríkisstjórn starfað. Gaslíkin lýsing les rosalega. Já, það kemur bara eitthvað fram og þá kemur bara þessi hersveit sem er í kringu þau og sem er síðan bökku upp á RÚV með einhverjum nýstarlegum skýringum, þau eru með svona skýringaþætti núna, svona einhver svona hjálpa fólki að skýra og setja pásu og útskýra orða, þú veist, þetta helst allt í hendur, sko, við að mata fólk á einhverjum upplýsingum. Já, en það er samt, ég veist samt allt í lagi og ég náttúrulega að koma nú Bergsteinu við nokkað til varnar, að þú veist, mér finnst allt í lagi að taka eitthvað svona mál, þar sem hver höndin er upp á móti annari að segja, nei, þess er að miskilja og þessi eru áhyggjur og þessar áhyggjur skipti ekki máli, ég meina hvernig ávenlegt fólk sem er bara að vinna sem vinnudagur en að átta sig á hvað þetta snýst, sko.
Þannig að mér finnst viðleitnin að reyna að útskýra þetta. Já. Ég er hrifin af því. RÚV var bara ekkert Mér finnst það að vera hlutur ríkis út af sér. RÚV var ekkert rosalega upptekið af því þegar við vorum að reyna að selja banka eða breytingur reglum í síðustu ríkisstjórn sko. Nei, Þetta er bara einhvern veginn verðist alltaf vera, kemur upp eitthvað svona átakamál ríkisstjórninni, þá hleypur RÚV upp til hand og fóta að hjálpa þeim einhvern veginn að útskýra fyrir almenningi sko. Já. En ég er alveg sammála. Ef að eitthvað hlutur gætt að vera þá er það eitthvað svona, finnst mér sko. Já, það og auðvitað láta okkur vita af eldgosum á undan Morgunblaðinu. Já. Einhvern tímann. Við gerum þá grunnkröfu. Í hvaða samhengi sagði Sigurður Ingiborg þetta? Ég mista þessu í þettinum. Þú veist, það var eitthvað að vera að ræða ég man ekki nákvæmlega hvað var allir umræðin, það var eitthvað svona, eitthvað málefni í umræðin sem fólk er ekki alveg á einu máli og þá, þú veist, klikkt hún út með því eitthvað svona, já, þeir hafa nú verið duglega við það þeir sem hafa aðganga mikrofónum í þessu samfélagi og þú veist, og það sem ég náttúrulega bara meina líka þú veist, það er endalaust verið að slá á hendurnar og puttana og bara eiginlega löðrunga þá sem er að reyna að búa eitthvað til og það er bara stór hættulegt. En það kemur aftur inn á þetta sem vorum að ræða áðan, þessi miskilningur um það hver býr til vanmatinn í landinu, hver býr til gjaldeyristekjurnar okkar, og við erum með útflutningsþjóð til að standa undir samnýstun okkar. Já. Því sem við viljum raunverulega verja skottunum okkar í, sem er heilbrigðiskerfið okkar og löggæslan okkar og veginn okkar eða hvað sem það kann að vera. Það hefur tapast niður sú þekking og þeir sem eru að leggja það á sig að fara út í fyrirtækjarekstur og skapa eitthvað, búa til einhver verðmæti, raunveruleg verðmæti sem er hægt að selja og starta eitthvað úr engu einmitt, og leggja allt sitt undir. Þetta eru bara orðnir bara þjófar og einhverjir fégráðu gilitrutt. Akkurat. Já. Og ríkisstjórnin er ekki að hjálpa til í þessum efnum, heldur þvert á móti eins og þú varst að benda á, það er rifið niður hver atvinnugreinin á fætur annarri. Þetta sem hefur afleiðingar að lokum sko. Já. Það gerir það. Já, þetta er, en út í allt annað, það kom nýr formaður í Framsóknarflokknum, Lilja Dögg Alfreðsdóttir, vinkona okkar. Ég heyri að það hafi verið hægt að sneiða andrúmsloftið með sko smjörhníf þarna á Reykjavík Hilton Nordica helgina. Þetta var mjög tensað. Þið sjáu hérna hlæðstöðuna frá Amper, sem er hægt að setja upp á nefndugjalds og verið áskriftað. Ég held að Framsóknarflokkurinn og allan Lilja þurfi að fá smá stuð. Ég held að vantir smá hlæðstöð þetta næstu vikur. Ég held að sé náttúrulega auðvitað eftir svona, þetta var nú kannski aðeins tæpara en örugglega margir heldu. Ég hefði nú fleikt þetta í vikun og undan en það væri 70-30 Lilju vil. Það var nú heldur betur ekki þannig. Þannig og þið ekki það nú, úr þínum góða flokki, að þetta er erfitt að sleika sárin eftir svona og ég veit ekki, og náttúrulega verandi líka með þetta afspyrnum vonda fylgi, þá veit ég ekki alveg hvernig þið ætla vera bara 5 í þingflokki, sjáum hérna mynd af fyrsta fundunum eftir formannskjörið. Þetta er geggjumynd. Það sem nýr formaður mætir. Já. Sigurður Ingi situr þarna sem að studdi ekki Lilju. Nei. Veist, og studdi Ingibjörgu og svo situr Lilja Dögg og Ingibjörg Ísasen sem er þingflokksformaður ekki. Hún er þingflokksformaður og lítur ekki út fyrir að langa neitt ílega mikið að sitja hennar fund. Þarna sé rauða kók og ég giska á Stefán Vagni í hennar. Því að þó hann sé heilsufrumur þá er hann alltaf eins og ég í rauðri kók. Hann er í rauðri kók og hann lítur út eins og Vin Diesel, þannig að hann ábyrður henni. En svo er Halla Hrund þarna, hún er nú bara svona, er þetta ekki forsetapósan bara sem hún æði á sínum tíma? Jú, hún vissi bara að vera í myndavel á svæðinu og bara stilt þessu upp. Herru, þetta var súrfundur, maður sér það í sjónsteypunu í Smiðju, er þetta ekki þar? Jú. Er þú ekki með eitthvað svona temperature check af þeim í þingflokknum eftir þetta? Sko ég, það er kannski aðrir sem að eru betur til þess fallnir að spá einhverju intrikur eins og þú myndir kalla þetta, Kristín, í Framsóknarflokknum. En ég er sammálaður varðandi aðdragandan af fundinum. Ég held að margir hefðu séð fyrir sér fyrirfram að þetta er svona meiri afgerandi munur. Ég held að þær hafi báðar stækkað þessu. Ég er sammála ykkar greiningu á því. Klárt. Og ég þekki það nú sjálf að það þarf mikið til og það er ótrúlega mikil vinna að fara í svona framboð. Já. Og til mikils að vinna og þó að maður tapi þá getur maður samt stækkað og mér finnst Ingibjörg hafa gert það. Mér finnst þar báðar hafa stækkað af þessu og það geti orðið til bóta fyrir flokkin ef að vel er unnið úr og svo þetta er það þannig síðan að þó Ingibjörg hafi lotið hann í læra haldi fyrir Lilju að þá er flokkurinn og ábyrgðin ekki í fanginu á henni. Nei.
Þannig að hún búin að vaksa, hún fekk hana bara ágæti stuðning og hérna kom... Bara mjög góða, Já, en já. það vissi engin hver hún var fyrir nokkru mánuðin síðan. Og kom bara Það var skýrum skilabóðum á framfæri, samt ekki með flokkinu fanginu sem eins og þú nefnir, kannski ekkert í brjálæslega góðri stöðu og ef ekki vel tekst til, að þá mun það að minnst kosti ekki skrifast á hana og hún bauð upp á annan valkost. Já. Svo sá Sigurjón Jónsson, vinnur okkar, var ráðinn tímabundið starf framkvæmdastjóra hann hefði komið í morgun og sótt í nokkra svona stöðvar. Það ekki? Tengja. Þess að hlaði upp mannskapin. Já, hlaði upp mannskapin aðeins og hann sagði bara það þarf eitthvað að gera þarna, sko. Þannig hann sko, hann alltaf var aðstofamaður Sigurður Inga tíma. Einmitt. Þá menn hann var ráðherra, sem að aftur studdi ekki Lilju, þannig að þetta svona... En hann líka við viljum, eða ekki? Jú. Já, einmitt. Eða við lúm, eins og ég kýrst að bera það fram. Já, þú kýrst það, já. Og hann studdi nú Lilju. Já. Þannig að það nú eitthvað svona þetta er þess og kruss þetta, sko. Já, en ég get hérna að ég nú átt að smá samstarf við hann í þinginu hérna, meðan hann var aðstofamaður og ég Sigurjón? Já, bara frábær náungi og sko til hamingju einmitt. Toppmaður. Já. En svo bara sjá hvort þeim hérna takist að taka einhvern meðbyr af þessum fundi og þessari baráttu. Já, það er komið ljós, það er kannski komið ljós svolítið hvernig þeim gengur í borginni, það verður kannski svona... Já. Ég segi ekki þessi stóra prófi fyrir framstofnarflokkinni í næstunni en það er samt svona einhver mælikvarði. Það sem að við höfum bara sveitastjórnum yfir höfuð náttúrulega líka út á landi og svona. Það sem þeir eiga náttúrulega, eða þeim finnst allavega sjálfum að þeir eiga að vera sterkir. Já, þeir eru náttúrulega sterkari á landsbeini, þeir hafa verið það. En framsókn í borgin eru auðvitað stýrt af einum af okkar gömlu framvara mönnum eins og fleiri flokkum í borginu núna. Einum af fjölmörgum sjálfstæðsmönnum í öðrum flokkum. Hvað þú sagði það? Við ræðum þá eftir Diljá. Ég er með smá ágjöf á Diljá eftir í þessu efni. Ég er spennt að heyra. Já, það ekki. Okay. Það er ekkit oft sem ég fæ tækifæri til að taka Diljá svona mætinni, svona almennilega. Nei, ekki mæta mér, en ég fæ nú alltaf regla ágjöf. Bara svona head to head við Diljá. Já. Yðurlega er þetta í enga skilabóðum. Já. Nú verður þetta fyrir allra augum og í sjónvarpi. Þá skulle það dána með dagskráin til að koma að því, ég spýð spenntur. Já, en heldur að þetta mun nú taka smá tíma að klístra þessu saman, held ég. Ég meina, þarna verða eitthvað mannabreitingar og eins og var nú í Valhöll, þar eru nú svona hreinsanir sem hefði máttur að hraðari, verði að fá að segja, þar voru hægar. En Valhöll misti af sko hleðslustofunum. Ég veit það. Þannig að framsótti þær. Já. Þannig að það kannski hlýtur eins fyrir. Það hlýtur að vera. Við hefum þurft þetta stuð. Já, ég held að. En það skiptur auðvitað máli að það er mikið verk að vinna eins og hjá okkur í Sjálfstæðisflokknum. Já. Og hvernig einhvern veginn er staðið að því. Ég er alveg sammála því. Sko, Siggi Sör, eins og hann kallaður, hann getur verið stór í sér. Ég nefndi hér áðan fyrrverandi umræðustjóra Ríkissjónvarpsins, Egil Helgason. Mikil vinnu þinn. Sko, já, það er alltaf farið ákveðlega með okkur. Hann sínast var bara hendur út á Facebook, en það er alltaf leið. Ég er ekkert sorgið því. En ég sé, hann var að tjá sig um viðskiptaþingi í síðustu viku. Já. Og var að agnúast yfir því að forseti Íslands hefði sótt viðskiptaþing. Og skrifar hér svona fyrir þá sem er hlusta þá skjámynd af Facebook síðu Egils. Já. Og hann segir hví ávarpa forseti Íslands frjálshyggju halleluja samkomu, þar sem helsta áherslan er lögð á hversu vont nú að reyna að hafa heimil á framrás vitvélana á loftslagsbreytingum, sem var ekki stór umræðefni á þessu þingi. Nei. Já, þú veist... Mér finnst eins og þeir sem eru hvað trilltastir yfir þessu, eins og Egill og Árni Snævar vinnur hans, sem eru nú saman alltaf í kaffi á mótnan á skólarustyrknum með Skafta Jóns, stórvinn okkar, pappa Ólafar. Og ég umræði þáttum að var ekki Árni Snævar í einhverjum umræð? Hann var í vikulókunum. Já, skammastu þessu líka. Alveg brálega. Bara það sem allir voru samasinnis, meira en minna. Já, það var nú einhanda sem aðeins bara í bætjaflokka. Mér finnst eins og enginn af þeim hafi verið þarna og ég hugsa það sé bara nokkuð svona rétt ágiskun sko. Það er svona 99% líkur. Það er 99% líkur sko, þessi súmmering segir okkur það því að við sem vorum þarna, við bara könnumst ekki alveg við þessa samantekt sko. Nei, og sko og þú veist, mér finnst það vera eiginlega bara svona lastvikunar í alvörunni þeir sem er að ráðast að hafa Höllu Tómasdóttur fyrir að hafa tekið þátt í þessari samkomu, þar sem hún bara er beðin að koma, forsætisráðherra hefur yfirleitt vanið komu sinni á þetta þing. Hún gerði það ekki ár, þannig að Halla stígur þarna inn. Ég meina, ég veit ekki betur en að Kristrún Frostadóttir hafi tekið á móti köku ársins hérna í gær. Halla gerði það í fyrra, eru það ekki bara að skipta með þessu verkum? Þú veist, ég bara skilur það þarf einhverja, og mér finnst bara mjög eðlilegt að hún komi og tali fyrir framan helstu forsvara fyrir fyrirtækin í landinu. Hvað er óviðeigandi við það? Og gleymi því líka ekki, það að þú taki þátt í svona
viðburðið eða panel eða sért með erindi eða hvernig sem það er. Það þýðir það ekki að þú sért að einhvern veginn kvitta upp á allt það sem hver einasta mannskja þarna inni segir. Þú veist, það er bara ekki þannig. Þú veist, þannig að þetta er ótrúlegt væl, ætla ég að fá að segja. Já. Þess fyrir utan að þá var þetta bara ágætlega hófstilt umræða og skynsum. Þannig að þetta einhverjar uppsafnaðar upprópanir sem að nokkrir aðalar sem eru alltaf með mikrofónin í kjaftinum þeir sem aðgengja mikrofónin þeir hafa einhvern veginn að tala hver annan upp í þessari umræðu og tala niður viðskipting. Mér finnst það bara lélegt. Já, ég sá að einhverju tóku undir þetta hjá honum og voru að agnúast yfir þessu bara, þú veist viðskiptaráð, þannig inni var fólk sem framleiðir verðmætin sem að borga launin að segja sér eitthvað svona. Já, klárt. Og líka bara viðskiptaráð, ég meina auðvitað, þú veist, veldur sá sem á heldur, sko. Þannig að, þú veist, viðskiptaráð hefur haft ólíka áferð eftir því, ég meina, þetta er pínlítill vinnustæður. 100 ára samtök. Já, þetta er 100 ára samtök, en þetta er samt lítill vinnustæður, þetta eru kannski 7-8 mann sem þetta vinna. Þannig að, þú veist, auðvitað hefur sá sem er framkvæmdastjóri og sá sem er þarna í brúnni hefur mikil áhrif á hvaða áferð viðskiptaráð hefur og hvaða leiðir taka og þau hafa alveg í rauninni tekið alls konar umræður sem voru ekkert kannski teknar fyrir einhverjum árum í viðskiptaþingi þegar bara sá framkvæmdastjóri eitthvað hafði ekki áhuga á því. Þannig að þú veist, mér finnst bara, þú veist, þetta er ákveðin rödd sem er að tala fyrir ákveðnum gildum og ákveðnum hugmyndum og það er bara í góðu lagi. Þú veist, mér finnst þetta að vera bara svona einhverju leiti svona think tank líka, þú veist, sem er þá að hugsa hagfyrirtækin í landinu, hvernig við getum aukið velsæld hér á landi og svo framvegis. Og þú veist, og það að þar sé svona maður sem er jafn drifinn og hann bekkjarbróður minn, hann Björn Brynjólfur, það þýðir ekkert að allir sem greiða aðildargjöld í viðskiptaráð segja eitthvað 100% sammála honum í einu öllu. Þú veist, það er bara ekki þannig. Þú veist, þetta er bara í rauninni, sko, eins og maður segir, og afimins að alltaf hálfvitagangur. Já, svo finnst mér þegar þú ert nú búin að lasta þeir eiga þetta líka bara hróskili fyrir að ég held að það sé rétt hjá mér að það hafa verið uppselt á viðburðin að stýra þarna saman svona fólki úr ólíkum áttum líka bæður atvinnulífinu, það var líka mikið að kjörnum fulltrúum og öðrum svona hagsmunaaðilum sem að koma þarna saman til þess að hlusta á erindi og síðan tala saman, ræða saman í hlé og eftir á sem er líka ótrúlega mikið sverði fyrir fólki þessum geira og ég veit að það er mjög eftirsótt að mæta á viðskiptaþing einmitt til þess að hitta ákveði fólk og svona að þau nefndir think tank sko, það er líka svona hugsunátturinn sko, að hafa ákveði svona flæði. Við skulum vinna með orðið hugvita og takk, einmitt, já. En líka bara blásum að tala peppa áðan Gísli og svona skort á peppi, ég meina þarna var hún framkvæmdastjóri forstjóri húsasmiðunar að tala sko, bara heyrðu hvað er það hvað er það svona í eðli og svona upplagi Íslendinga sem sem kemur okkur vel í viðskiptum bara svona, mér fannst þetta bara mjög skemmtilegt að heyra sammála, mjög gott Birna Ósk Einarsdóttir og hafði ekkert með eitthvað ebitu og þú veist það sé verið að græða og tá og fingri eitthvað, það er bara ekkert með það að gera. Nei, bara íslenska þjóðsálin. Já. Kannski bara í kjölfarið að þessar umræða minni á síðasta þátt þjóðmála sem kom út á undan ykkar þætti, það sem var fjallað einmitt þessi viðskipting, það sem ég ræddi við Friðrik Sófusson og Heiðar Guðjónsson. Friðrik var alveg frábær á þessu þingi. Frábær. Og ég verð að segja, þó þessi sjálfur frá í þættunum hjá mér var hann líka frábær. Já, og síðan eftir voru Magnús Skeving og Birna Ósk fyrrnefnd, þannig að við tókum langa þátt eftir viðskiptaráð, eftir viðskiptaþing til höllum þetta. Það var nú mun betur súmering heldur en þetta. Já, ég vil meina það. Já, heldur betur. Herðu, sko, það er konundagur framöndan, eins og sagði. Og ég hugsaði, hvað á ég að gefa þessum dömum í konundaskjöf? Ég verð að kaupa eitthvað. Ég er alltaf að vandræða með þetta heima fyrir. Dömur segir þetta sjálfur. Eins og þú gerir ár hvert við okkur Dilja og fáum konundagsgjöf frá þér. Bara við held að hefði þetta á milli okkar þriggja. Það er við tvær og Rakel. Og Rakel, já. Og ég er alltaf að vandræða með þetta. Já. Þannig að ég fó bara, þú komin í starf og þú í þinni vegferð og ég fó bara og svo til gjafabréf. Vá! Það ekki? Jú. Það er ekki bara einfaldast. Jú. Just, ég hef ekki kett blóm, þegin og blómum. Þetta er miklu betra. Þið kaupið eitthvað styrtiföru sjálfar. Já. Og okkur eigin blóm. Eins og sést. Þú veist, jú, nutt, ég hef ekki að fara þangað. Já. En þú veist. Þetta er æðislegt. Þetta er frá vinum okkar í Ekko. Vá. Það er ekki að skora okkur. Já, ég ætla samt ekki að fá með Birkenstocks, hafði ekki ágjörð því. Nei, höfum ekki ágjörð því. Heyrðu, þú hlýtur að fá þér Birkenstocks núna árið. Nei, veistu, ég spurði sérstaklega um þetta. Og það er engin að rasa sína Birkenstocka í þeim velrekna banka Landsbankanum. Nei. Þeir eru bannaðir þar. Því er ekki fyrir að fara. Nei. En þú getur fengið einhverja góða inniskó. Ég ætla að slæpa því. Já. Ég fæ mér bara hærri hæla, ég held það. Já, eða það.
Ég mun mjög Diljá, líklegast Ég vil bara- þið myndi ekki veita því. Nei, ég ætla nefnilega að fara að segja ykkur frá því að hérna, mér myndi ekki veita af því en ég er mjög gerðan ekki í hælum Já. og Það það, gera úr þessu. nei, sko, það Ég er kemur hrifin. til að því að ég hef sundur lendi í því að ég hitti fólk og ég er á hælum með einhver svona og svo þegar ég hitti það í minni venjulega hæð þá var alltaf verið að kommentera á það við mig Ég skil af því að þá kemur þá rapa ég einhvern veginn svona einmitt. bara, vá, ertu svona lítil og Já. þannig ég vil alltaf bara hitta fólk þar sem ég er, sko Ok, ég skil. Já. 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 Þannig ert þú bara búin að brýna sjálfa þig á Ég, ákveðin stað. já, þetta er algjörlega, þetta er bara ákveðin brynni Ég vil bara þið séu ánæðar. Já. Þannig að þetta Ég verður er mjög ánægð líklegast og takk, lágbotna Gísli. Ég ætla að fara í Takk. skor.is. Rakel Takk fyrir skutaði mig. mér eitthvað niður og við komum við á Sotu Gabriðin og svo komum við bara með 2 út í bíl. Svona, Hún bara er ekki í lagi. Já. En hún færi örugglega eins og Brynja Níelsson var að leggja til standlampa. mögulega. Ég sá það, hann var að hvetja til þess að það væri svona gjöfin, já, standlampi. Við Brynjar syngum okkur saman í svona romantísku pælingum. Ég ætla Herðu- að fá að styðja 1 ár og heldur áfram það sem þú varst að nefna hérna áðan ára við byrjum að taka upp að þú klippir saman vídeo af Brynjar Níelsinni þegar hann kom inn að segjast með Jenna þar sem hann er að graðga í sig kjötkompani Já, veitingunum. Ég vil fá svona stutt vídeo þú mátt bara senda mér að prívat sko og ég ætla að horfa á það. Já. Þegar þetta var gaman að hlusta á þetta náttúrulega og ég vil geta horta á þetta Já, já. bara á stórum skjá. En Ég tek ég vil að fólki líði, sko, ég vil að fólki líði vel hendur stúdíu. Já, ég veit það. Bara hérna, þú veist, og sé bara lúðri sér veitingum að það vill, fá sér drikki, þú veist, hafa það gott, kemur sér vel fyrir í sætunum Já. og bara ef fólk er eins og heima á sér, þá er ég glaður. Dingla fótunum hérna bara. Dingla fótunum. Farðu úr skónum, herri, ég er með hugmynda gesti sem ætti að koma hérna með Brynjar. Það er önnum manneski sem að lætur til sín taka í matamálum þegar hún mætir í viðtöl. Þorgjörg Katrín. Já. Hún er Já. náttúrulega þekkt fyrir þetta. Eina kona sem klára buffetti í Það er bara Kveitsild. þannig. Já. Hún borðar af diskum annara, sko. Hún er bara komin yfir Og og komin yfir hjá Ingu Sæland í síðustu Kveitsild, ég sá það. Aha, þessi kona sem er alltaf í þessu hörkuformi, ég er bara unnum mjög ná með henni, verið með nefndastarfi, þetta er kona sem borðar. já. Ég- Þetta er pæling. Ég er Þetta er reyna því. pæling. Já. Konur sem kunna að taka til matasins. Og þá bara læti Jónat vita, hann og hún er hafna fyrir eins og hann, sko. Einmitt. Segja bara, Nákvæmlega. segja að Brynjar og Þorgeir Katrín sé að koma saman Já. og það þurfi bara að auka skamtið. Eitthvað almennilegt, Bara sko. tvö- Bara, Jónat verður bara hérna á grillinu að elda bara og meðan þáttur er bara ber honið. Þetta verður bara eins og í sumagrili þjóðmála. Það verður bara að standa þegar á vaktuna. Við tókum náttúrulega þátt þetta með veljintosteik þar sem að Jónat bara mætti með þeim heitan rétt. Já. Heita Var veljintosteik. það ekki þegar Stefán vinnur okkar var einna og það var eiginlega ekki hægt að heyri í honum fyrir kjamsi. Og glamri í nýjaburum. Já, Þannig það að er mitt. En kryddsilda stemming. með vinum og, sko, þetta er nýr dagskrálöður. Já. Ég hef, sko, Ekko hefur, við höfum verið að taka hrós vikunar. Ég ætla að færa það yfir aðra núna og ég ætla að taka þetta nýjan lið. Það sem að ég fól ykkur smá heimavinnu. Ég sagði, komið þið með topikinn í þáttinn Já. sem þið viljið ræða. Og ég þarf ekki, má vita það þarf ekki að vita, þú veist, þið bara ráðið því. Og það er svona með vinum okkar í Ekko. Þannig að- Vinnundur í Ekko Já. er að fara í svona óvissuferð. Já, Já. svo kannski ég er eftir að sjá eftir því þegar þeir eru búnar með þetta, ég veit það ekki. En Þau erum komin á leiðranda. förum í óvissuferð með Ekko. Óvissuferð. Ok, má ég byrja? Sko, ef þú ferð í óvissuferð þá viltu verið í Ekko. Já, Það já, en ok, klárt. já. Já. Óvissuferð með Kristínu. Óvissuferð með Kristínu. Já, geðvett. Ég er með smá svona hugleiðingu fyrir því til og mest. Ok, ég er Já. spennt. Og það er ógöngur sem þinn góðu flokkur er í núna. Það er ekki ennþá komin listi í Reykjavík. Það er nú eitt. Og ég veit að það er væntanlega bara eina ástæðan fyrir því að það er rifist á hæl og nakka þarna inni. Jú. Og svo kemur hérna fram núna loksins miðflokkurinn búin að kynna hvað er ekki efstu 6 sætin sem eru búin að kynna. Já, Eru þið búin að kynna allan listan? Allar næstu 6. Allavega eftir 6 og það kemur þetta mjög kumpáli mynd þar sem þau eru öll í ykkurum blazerum og halda utan um hvert annað og eru ægilega huguleg og þið finnið þessu náttúrulega allt í fáróttu. Þetta er allt svo astnarlegt og þetta er eitthvað hendar ykkur ekki og svona eitthvað. Þú veist, hvað er það sem fólk þarf að hafa til brunsa bera til þess að vera þessum flokki í sambúðin? Go. Þið viljið að fólk sem er reynslu á atvinnulífinu, þá hafa eitthvað tengslu í íþróttarhreyfinguna, þá hafa raða stólum í Valhöll, þá hafa baka vöfflur eitthvað tímann í Valhöll, þá líka kannski hafa eitthvað milda menningatengingu. Þú veist, það er engin nógu góður fyrir ykkur. Hafa kristileg gildi, ekki glema því. Einmitt. Það eru 2 talsmenn þess. Já. Ég held að ykkar aðalvandi sé að bara ykkar dyr, þær eru ekki opnar og það er lítil rifa á henni og ég veit ekki hver það er sem það er að smjúa í gegnum þessa rifu. Það er eitthvað sem segir mig það, þó að þessi kjörnumda vinna sé þannig að það er þau eru í einhvern veginn læstri hvelfingu og það leikur ekki þaðan út. Það er eitthvað sem segir mig það, að þegar að sá listi verður kynntur, að þá munir þú þurfa að geta þessu orðu ofnið þig. Ert í alveg að segja það við mig? Ok, vá, ég hrifin að þessari vendingastjórnum.
Hún bara blés þetta upp. Já, ég bara Já. blæsi þetta upp. Ég segi Já. bara, Kristín, við tökum þetta fyrir okkur með öðrum vettfangi Já. að þú munir þurfa að geta þetta ofan í þig, að okkar dyr standi ekki opnar. Ég held að við séum að fara að kynna til leiks, ég meina við höfum verið að, þú segir að við séum í brekku, við erum sannlega ekki í brekku þegar kemur sveitstjórnmálum. Við erum auðvitað langstast í flokkun sveitstjórnsteinu og við erum að mælast alveg gríðarlega vel. Ég er sammála því, ég Já. veit það, en Við erum bara með mikinn meðbyr og bara hressilegan blástur, Já, myndi einhver segja. já, ok, ég er alltaf hérna því, en þú veist alveg að þetta skiptir öllu máli hvaða lista þið teflið fram. Og ég hef alveg gríðarlega mikla væntingar og ég held við munum standa undir því. Einhver myndi að segja að aðri flokkar hafa verið að kynna bara ágætlega frambaralegt fólk, einhverjur hafa farið í prófkjör, einhverjur uppstillingar, einhverjur hafa verið að peka til sín einhverja afgangu úr öðrum flokkum og setja saman lista, en bara með fínum Þarna árangri. kemur yfirleitið aftur. Já, ég meina, Já. einhverjum myndi segja það, en bara fínasta fólk og ég held að skiptir líka mestu máli að maður horfa á myndinni hvernig fólk geti unnið saman síðan eftir kostingar. Að sjálfsögðu, það hefur nú heldur betur verið vandamál. Já, en ég hef ekki áhyggjur af antiklæmaks varandi kynningulista Sjálfstæðisflokksins. Þið heyrðu það fyrst Já, hér. þið heyrðu það Þannig að þú ætlar að láta Kristjánu geta þessi orð bara onni sig. Já. Já, Ok, en ég er hrifin af teikinu hjá þér. Já, Bara, og þú veist, mér finnst umhugsunarvert á umræddu viðskiptaþingi, það þarf að draga okkar glæsilega en þó eldri Friðrik Sófusson upp á svið til að rifja upp hvað það var sem ykkar flokkur snýrist sko. Fyrir 35 árum. Fyrir 35 árum hérna back in the day. Og það var nú svo tíð og ég er ekkert að segja að ég segi ykkur ótrúlegur aðdáandi hérna, þú veist, ég veit ekki, Davís Oddssonar eða eitthvað að sem herramanna. En nú ekki annað hægt. En það var svo tíð að þessi flokkur hafði, að því ég er áhugakona stóra karaktera, mér er gaman og ég elska teater og ég elska stæla, þess vegna er ég hrifin að gagginu í þér, mikið þér þó ég sé ekki alltaf sammálaðir en ég er hrifin að það sé þarna þið eru búin að vera alltaf hrætt við að taka svona fólkin flokkin ykkar þannig að ég held að þið þurfa aðeins að taka dyrnar hérna. Já, ég ætla að segja að þetta sé kannski smallana. Já, ég er ekki ósamlegar en ég ætla að segja að þetta sé kannski svona einhvern veginn að þessu sé öfugt farið því ég man vel eftir, nú er ég eins og Gísli búin að fara á landsfundi áratugum saman ræða stólum, baka vöflur, allt þetta við erum búin að gera allt þetta sko, mæti messur og ég man eftir landsfundum þar sem var slíkt ótrúlegt samansafna fólki sem átti að manni fannst svo lítið sameigilegt að manni fannst það svo stórbrotið það væri þetta bara undir sama þaki bara fólk sem væri svo gríðarlega ólíkt. Þetta var breytin sem var til þar. Já, en kannski urðum við bara upptekina því að einmitt að að einhverju strömlínu lögun. Ég held það miklu frekar. Að einhverju mildri meðalmennsku kannski? Já, ég veit ekki með meðalmennsku en svona einhverju strömlínu lögun að því að ef þú ætlar að vera með mikla breytt og vera með breiðan faðm, þá þarftu líka auðvitað að sinna í öðrunum, þú ert að sinna hlusta allar raddirnar og það var nú eitthvað sem að Davíð var til dæmis hrósa mjög vel fyrir að gera að hlusta fólk úr ólíkum áttum og svona verið virku talsambandi við sem flesta, ekki vera alltaf að reyna að sníða í aðran að og finna öllu til foráttur sem var ekki nákvæmlega algjörlega í miðjunni eða mainstream á þessum hægri sko. Þannig að við mættum gera betur þeim efnum en batnandi flokki bestalega. Þú tekur þessa breyningu? Ég tekur þessa breyningu. Jú, við erum góð. Ég hef getað að fara bara fram á meðan. Ég hef getað verið með auka bakka þetta bara kjötu. Nú hefur verið þitt Þú hefur getað að klára bakkar að kjötunu yfir frammi. En ég er ánæður. Ég er bara svona átt að vera. Já, við erum að ráðast að þetta er óvissuferðin sem við fórum í. Hvers að þú var með okkur óvissuferð? Já, ráðast á mig. Alls ekki. Því að ég hugsaði þetta svo, þetta er svona viku uppgjör og ég hugsaði, hvað hefur svona einhvern veginn rifið mig þessa vikuna, mjög mikið. Annað en boðið hingað. Já, annað en boðið hingað sem ég hef verið ótrúlega spennt fyrir og loksins að komast í beturstofuna og hafði mikið fyrir að komast hingað eins og var búið að fara hérna yfir. En það var svona tvennt og mig grunar að Gísli sé kannski ekki eins hrifin að öðru þeirra sem er uppgjöru við Tyra Banks á Netflix og America's Next Top Model sem að margar jafnöldur mínar og minni kynslóð Ég man eftir þessu þáttum Já, frábæri þættir og nú er svona verið að skegnast bak við tjöldin og gera upp þessa þætti og ég mæli með og og margir að minni kynslóð veit ég sitja límdu þess þætti Ég skal við ekki að þetta er óvænt Já, en ég meina þá loksins að konur koma staðið þessum þætti það bara loksins, já en hitt atrið sem ég langa að nefna er endurkoma Steina Mark, Þorsteins Vaff í
bara, ég veit ekki, samfélagið? Já, ég veit ekki hvert, Samfélagsumræða. sko, já, endurkoman. Endurkoma, í Ég held hverju hann sé- fyrst ég held hann- Fór ég eitt vitar á stöð 2, Já. er það endurkoma? Frábært viðtal hjá Sindra Sindra, vinn okkar. Já. Ég held að endurkoman snúist það að hann ætla að byrja aftur með hlaðvarpi karlmannskan. Já, En hann sem er ég mun með ekki það í hlusta á, gangi. en bara... Nei, hann setti það í pásu, byrjaði með eitthvað annað sem heitir eitthvað annað, eitthvað tveir gaurar eða eitthvað, ég man ekki hvað það Já. heit, sem voru eitthvað hann og eitthvað vinnur hans sem ég veit ekki hver hlustað á, en ég held að hann ætla að byrja aftur með gamla brandið. Ég held að koman snúist það. Já, Ef við skildum málið rétt. sko ég En mæli hann með verðist að hafa kyrt sjálfan sig í kulnun bara undan eigin málflutningi, heyrist mér, í þessu viðtali. Já, hann tekur undir það sem allir aðrir hafa verið að segja, að fólk hann er þreyttur á sjálfum sér, sko. Já. En mjög Sindri gera þetta vel og mjög viðtalið vera gott. Hann fór í svona óvænta salma og meðal hans það, þó ég ætla nú ekki að eyðileggja algjörlega viðtalið fyrir fólki, en spurði Þorsten út í það. Ég held að þetta geta, ég held að fólk sé geta hrúast inn á þetta og horfa á þetta, en alltaf leið. Jú, ég full að trúi, ég hef mikið ára á Sindra minnst kosti, en hann sko gekk á með það Sindri frábær. hvort og hversu kúaður hann væri á sínu ein heimili. Jæja. Já, það er svolítið gott, Ok. og fólk fengið einhvern veginn á tilfinninguna, hann væri bara einhvern veginn með áfallistættur öskun á sínu heimili. Ég skil. Sko, við gáfum á gólmóti þjóðmála síðasta sumar, Já. það gáfum við skammavelun Ok. og það var svona IOU-miði á námskeið hjá karlmennskunni. Og ég get bara sagt hér, nú er komið februar Já. og við komum til handa við þessa veluna, hann hefur ekki farið fram á að fá þau. Það er Hann hefur svoleiðis. semst ekki gengið eftir velunum. Nei. Ok, þú er ekki verið bara að koma með því henni þáttinn og gefa mér eða Dilja og... Þetta var bara, gjafabri á námskeið, sko, þú veist, ég ákvað, var svona, já, þetta var svona, þú veist, ef við komum til vildi fara, þá myndum við þjóðmál borga fyrir það. Einmitt, allir maður þurfi ekki bara að mæta í mennskólinni í Kópavogi hvar hann er að starfa núna við að bara titta sér í tíma hjá einhverjum krokkur sem sitja undir þessu. En já, þetta er það sem stendur upp á vikunni af þér. Það er að bæks og... Já, Tæra Banks og hann var, Þorsteinn Vaff, hann var nú alltaf kallar, hann ólst upp með mér í Gráaunum og hann var nú alltaf kallar Steini Mark þar, Já. en já, mér varst þetta, ég mæli með þessu viðtali og eitt sem hann var að ræða var auðvitað þessi uppgangur sem hann hefur ágjör af núna í samfélaginu, svona einhverja, og þessir reiður ráðalösu kallmenn og svo er hann auðvitað að kenna kynjafræði í mennskólinn Kópavogi og einhverju hafa svo haft svo miklu ágjör því, en ég segi bara, ég held að tímar hjá Þorsteini Vaff í mennskólinn Kópavogi, ég held að þeir séu einhvern veginn ég held að þessu frekar að blása líf í þrótt þessara kallmanna og einhvern veginn hægri mennsku, sko, frekar heldur en eitthvað annað, sko. Mögulega, það er bara, já, það er, Það er mitt Þetta er tek, eins sko, og ég þetta er, held að hann hafi svona öfug áhrif, sko. Já, ég held reyndar að, sko, þá hann var hann þreyttur á sjálf, ég held að hann hafi bara mist salinn daldi, maðurinn. Og ég veit ekkert endalega hvort þessi salur sé já, ég held tilbúin aftur að... Ég held að fyrirtæki séu hægt að borga fyrir að fá einhverja fyrirlestra Ég þetta allt saman, ég sko, hugsa það sé og búið, svona, sko, einhvern veginn, þetta var svona eitthvað sem að var menn sáu sér til neyta þetta tíma og svo bara einhvern veginn áttu að menn að sjá því að það er ekki mikið að bakvið. Nei, eitt sem að kemur fram að þessu viðtal, svo ég halda fram að skúpa, sko, smá höskulda viðvörun, en hann talar það að hann kannast ekki við að þetta sem að er alltaf verið að segja, sko, það má ekki segja neitt lengur, það má ekki gera grína, sko, fólk þarf ekki annað heldur en að horfa á kannski 5 ára gamla þætti, þið veitir, hvað þá 10 ára gamla þætti, bara Friends, eitthvað, þið veitir, Office, bara til þess að átta sig á bara gjörbreytingunum sem hefur orðið okkar samfélagi út af þessari gigantísku móðgunargirni, sko. En hann kannast ekki við það, sko. Nei, en hann segir þarna í viðtalinu þegar það er að skróla í gangum þetta, er að hann talar um já, ég er með hann plattform og ég þarf að nýta hann og ég þarf að nýta forréttindin sem fylgja þeim plattform. Og þetta er umræða sem fer ekkert eðlilega í töðunar mér. Vegna þess, elsku til eins og þú, Gísli minn, þú ert með ákveðin plattform, þú bjóst til sjálfur, sko, og það var enginn sem réttið hann og hann varð til af ástöðu. Og þú hafi búið það til og byggt það upp, hvort sem það er þú eða Þorsteinn Vaff, þá eru það engin forréttindi. Það er bara eitthvað sem þú bjóst til. Bara að vinna. Og það er bara að vinna og þú ert að gera eitthvað sem fólk vil hlusta á. Það er ekki forréttindastaða. Þetta er algjört kjaftaði. Ég er ekki vissum að hann hafi nógu góð sín á einhvern veginn einu stöð. Hann er líka mjög upptekinn því að hann sé í svo miklum forréttindahópi og hann sé ekki aðsettur, hann þekki einhvern veginn ekki þennan veruleika. Já. Þetta er maður, sko, sem er heldur út einhverju karlmennsku hlaðvarpi, er veganisti, þið veitir, mjög upptekinn að þriðjuvaktinni. Ég myndi segja að hann væri bara hörkulega aðsettur, sko. En það er bara ég, sko. Já, þú ert náttúrulega bara innsýn í þig og þitt heimili og svona.
Já, þetta var óvissuferðin sem við byggðum upp á þetta. Já. Ég er Hvernig hrifinn. líður eftir þetta gísli? Bara Þetta er ég er í skíun. Hún líður þannig að það er komið konudagur og hann ætla bara að vera í helginu með Rakel og horfa á Tyra Banks. Já, ég hugsa það. Ég er að fara austur á Björgvöld. Já, auðvitað, já. Þannig að Tyra Banks býður. Já, ég kem heim á sunnudaginn, Já, þannig já. að Rakel fær sinn konudag. Þá leggstu upp í sófa með hann í fanginu og dottar svona, dettur út já. meðan hún glöggva sig á Tyra Banks Já. og öllu hennar. Einmitt. Það er rómantík sem ég byggði upp á. Ég er svo glöði fyrir þessum kvenna þætti hvar við einhvern veginn umræðin hvarðist að lokum Tyra Banks og America's Next Top Mér líður bara eins og þjóðmál hafa bara skrefið upp á næsta level. Er það Bara ekki? næsta stig. Er það ekki? Algjörlega. Bara, og ég held að það sé bara rétt. Já. Rétt mat. Já, klárt. Þannig að Absolutt. herru, það fyrir svona síga setja hlutan hjá okkur. Komum nú í setni hluta þáttarins, hálnuð. Jésús. Ég á nóg eftir. Já. Já, dagan er rétt að byrja okkur. Ég veit það. Hvar voru þið þegar heyrðuð afsökunarbeini Jóns Gunnarssonar í garð Rafnar Stós? Er þetta svona dagur sem við ættum að muna allæfi? Að sjálfsögðu. Ég hugsa það, þetta var stórt skref. Hvar voru þið þegar EF byrjaði að gjósa? Og 9/11. Já. Já. Ég var að labba skólanum 9/11, ég mann til því. Ég var í Bandaríkjunum. Nei. Þú varst í Bandaríkjunum. Bjó Vá. á Vesturlundinni, í Rínó. Ok. Ok, það er risa stórt. En það var ekki umræðið, þið skulum taka það setna. Það var Jón Gunnarsson. Förum aftur í þessi sár. Og hans einlæga afsökunarbeini. Herru, varst þú í salnum þegar hann baði hann afsökunar? Nei, ég var ekki í salnum, ég var með hann í eyrunum. Ok. Og Var þið við? Hvað varst að gera? Ég auðvitað hreyfa mig. Já, ok. Hún Að var í sjálfsögðu. simminu að Ég sjálfsögðu. geri þetta gerðan í þinginu. Þetta var Hreyfi mig og hlusta á... Þetta var fárlega spurning. Já, já. Fyrirbæri og ótíndan Láta götustráð. aðra skamma sín. Já. Til upprýðunar þá semst Jón Gunnarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, hann þurfti ekki, hann gerði það nú eigin frungaði held Hann ég. veist það, já. Hvað þessi hljóðs upp af þingfundar á miðvikudaginn til að biðja Ragnar Þór Ingólfsson fyrir nefndan afsökunar á ummælum sem er eitt fall hann í þinginu daginn áður. Er þetta ekki rétt að skilja mér til að hann sést í upphæði þingfundar þá biður hann afsökunar á ummælum sem hann létt fall daginn áður. Hann segir, þetta er svo ótyndu, hann sést, þeir eru að ræða hann hvaða mál voru að ræða, var það ekki þetta tekið frumvarp? Lánavísitöluna. Já. Sérst, bótafrumvarp eins og, Já. Og einhvers staðar segir Jón Launavísitöluna. í umræðunum þá segir hann Ragnar Þór á fyrir vikunni, þetta er svo ótyndur götustrákur er hér á ferð en ekki ráðherra í ríkisstjórn Íslands. Hvaðan kom þetta fyrir bara eiginlega inn á þing? Já. Þetta er nú bara eins og Regína Páls þegar hún tala þig. Ég hugsaði bara að þetta er bara ljóðum bara svo Þórunn Sveinbjarnardóttir. Þetta er bara Og svona tala um þingmenn. tough love. Svo má líka að setja þetta í samingi, ekki það að ég tek ofana fyrir Jóni. Já, smart að beðast afsökunar. Já, af því að Þetta er óþarfi. við höfum... Ég ætlaði bara að hrósa honum fyrir þetta. Já, Ég er bara sammála, sammála því. við höfum ákveðin standart í Sjálfstæðisflokknum og Jón stendur fyllilega undir því. Við reynum að taka alltaf svona hávegin, high road. Og mér ástand bara hafa stækkað sig með þessu en aðdragandinn var auðvitað sá að þarna hafði auðvitað ráðherra að vera að saka okkur í Sjálfstæðisflokknum að standa vörðum ríkasta lag samfélagsins eða hvernig sem hann orðaði það og þessi endalausa ágjöfarandi það þegar að vera að taka panska fyrir vinnandi fólki í landinu. Þannig að mér fannst þetta er nú kannski ekki verst orð sem maður hefur heyrt látið falla. Ég hef stundum sagt að ég tek gjarnan svona túra húsi með hópa meðal hans menntaskólanema og segja frá því að þau skulle ekki búast við því að þau eru horfa á alþingisásuna að þetta sé eins og breska þingið, það sé eitthvað almennilegt rifrildi sko. Þetta er alltaf svo rosalega kurtið sem nótum, þannig að það segi nú kannski sitt að þetta sé tilefni til afsökunarbeini, að kalla einhvern götustrák sko. Já. En Jón klálega á hróskilið. Já, ég segi, mér finnst það svo sem ekki eitthvað verra en það sem að til dæmis fórstið þingsins sem við sagt. Nei, menn og hefur þurft sko bara marga fundi og fundastjórn kannski klukkutíma saman til þess að komi og beðist afsökunar. Já. Ég ætla að færa þetta flösku á mósakinni. Þú mátt að ráða hvort þú átt hana sjálf eða færi Jóni hana að gjöf. Herði, þetta, gott ef við færi bara ekki Jóni þessar flösku. Hendur þessi ekki bara inn í þingflokksherbergið og Jú. lætur þetta ákveð Þetta er bara beint og hana langjökli. Og það var einhverju drikkveldi þar sem að, bara... Já, það eru örgulega einn eða tveir þar sem að getur... Nefn engin upp. Nei, við erum ekki að segja með fólk er. Nema fytursmánaða kannski. Já, nema það auðvitað. En það er bara líðhelsu sjónamið. Já. Komum við þá á hrósi vikunar. Já. Og það er með vinum okkur Hótel Akureyri. Hafið gist á Hótel Akureyri? Aldrei. Já. Ég var að senst helgi. Já, ok. Frábært Eftir að hafa hlustað á þjóðmál. Já, sjálfsögðu. Já. Það er bara frábært hótel. Frábært hótel. Eiginlega eina almennilega hótel á Akureyri.
Ég meina. og ég held bara besti morgumatur sem ég fengi sko, Já. að minnstu kosti á Íslandi og þótt við að vera að leita. Já. Ok, mér var stendur algjör viðbjóður þegar Stefán var að teima hlustundur í gegnum að hann hefði verið fullorðið maðurinn að slafir í sig einhvernum nöttella pönnukökum hann í morgumatnum. Já, ég var auðvitað ekki Já, því. með bauð við þeim málum. Ég var ekki því. Já, nei, Stefán, einmitt, sko. hann áða til að fara fram á sér. Já. Það var eftir ég tekið hér í síðasta þetta þegar Stefán býr sko í penthúsíbúð í Garðabæ og fór á eitt þorrablót á landsbyðinni Já, og mætti hér í þátt og útúðu öllu þorrablótum í Reykjavík. einmitt. Taldi sig verið einhvern veginn sérfræðingu þorrablótum sko. Þannig að, þú veist, Þú veist, Last vikunar. já, já, þannig að, þú veist, já, einmitt. þetta gerist. Já, þetta gerist bara, Og á bestu bæðum. Já, ég meina, herðu, en Stefán hefur bara mjög margt til brunns að bera til að koma í svo Já, þætti já. samt sko. Já, já. Og hefur auðvitað Hann er verið að æðislegur tala og upp út til Akureyri. Já, En veistu, ég elska Akureyri. Akureyri, náttúrulega rek ættir mín og þanga og næst þegar ég fer norður sem verður nú enda bara núna bráðum, þá kannski geti þetta Já, bara orðið málið. tekka á þeim. Við mælum með, heilsugar. Ég tengi ykkur hana. Það ekki, Jú. eitthvað megadíl. Já. Já, flott. Það er, ég ætla að fá að ríða á vaði sko og rósa sko Akureyringum, þar eru hreina götur. Einmitt. Annað en hér í Reykjavík. Nákvæmlega. Fyrst erum við að tala um Akureyri sko. Hvað eru personurnar sem öllu jafna myndu sinna vetraþjónustu hér í borg sem hefur nú ymsa á janúar og februar hafa nú verið snjóþungir í gegnum árin. Hvað eru þeir að gera núna? Er það bara ekkert það? Af því að ekki er það að sópa sko. Nei. Það er búið að spara pening í snjómókstur, gríðarlega mikinn í vetur, bara sögum snjóleysis, Já. en honum hefur ekki verið varið einhvern veginn í það er hensa. Nei, en, Þegar það er eins og færi hefur gefist. en væntalega eru starfsmyndarna og eru engin verkefni sem tók við það. Hvernig er það? Þetta lítur nú að vera aðkeft þjónusta. Maður veit það ekki, það er svo mikil tilneying fyrir að vera ekki að útvista í borg. Nei, ég hef nú verið að kvart yfir svo, það er svo merkilegt. Ég hef verið að kvart yfir því að það sé ekki götna sé ekki hreinsa Reykjavík. Og ég bara þekki þetta ágætlega, ég bý í hérna grái, maður sér þetta alveg mjög vel í útkvarðunni þegar þetta þyrlast upp. Ég á hund sem er hvítur, hann er bara sótur þessa dagana sko, af Reykjunu. Þannig að þú stendur bara svo Helgi Hóseason með skilti í grái. Já, ég skil. bara sópi göttunar og breytingar strax og það er ég sko. Og ég ég hef verið að skrifa þetta og tala um þetta. Geggjum myndvinnsla. Já, frábær myndvinnsla, góð mynda mig líka. Herðu, hellast ekki yfir mér aðtöðsendir frá einhverjum vinstri nettröllum það að maður eigi bara lítið í einn barm og taka dekkin af nöglunum og þið veitir, sko, þú veist, ef að maður kvarta... Naglan á dekkjunum. Já, naglan á dekkjunum. Ef maður myndi kvarta yfir hollæsakerfinu, þá er það mann bara sagt að kúka minna, sko. Þetta er svolítið þannig. Já. Ég ætla að koma inn á það sérstaklega, vegna þess að ég myndi vilja sjá það hjá þér. Þetta er nú vanlega verið bara prívatskilabóðum, Kristín. Þetta er bara borið á borð. Það er bara fylltast laust eftir eitt kampaðisglas. Nei, ég meina, þetta er bara, getur maður beðið um minna í rauninni. Heldur nú að götu sér hreinsaðar. Það hafa nú þegar verið að því að það hafa nú verið bent á samanburð við nákvæmlega sveitafélag, hvað þá erlendis. Kópóður þegar búin að hreinsa alltaf 3 svari vetur sko. Íbúðagötur Reykjavík eru bara hreinsaðar einu sinni ári. Það er bara fast sko. Það er bara eins og þú væri með stefnu heim hjá þér. Allir saman hvað skítut. Við þrýfum bara, þið veitu, ákveðnum dögum, þú veist, ákveðin skipti. Ekki eftir því hvað skítut. Svo fyndi sko þegar einhver minnist á þetta þá bara, fæði maður yfir sig bara einhverjar skammir sko. Já. Þannig að Bara þjónustu okkur í Reykjavík, takk sko. Það er það sem maður er að beðum. Fyrir útsvarið. Maður ber ekki meira. Þetta háa útsvar. Já, fyrir þetta háa útsvar. En eru þið með hrósvikunar? Já, ég er með hrós til nágranna minns, lífskunstner og eitulyfjasalans Elíasar Blöndal. Já. Annars eigandasandi fyrir að standa í þessu stappi. Af því að ég meina, hvað eru margar netastarinn með áfengi á Íslandi? Þeir eru held ég yfir 30 stykki. En ég meina, Arnar er aðeins að hvíla sig, en nú hefur Elías tekið við og þeir eru þau einu sem nenna að, þú veist, mæta í þess að þætti, mæta í spursmál, mæta í kastljós og standa á móti bara lækni sem er bara að vinna mjög gott þar á Vogi og bara hafi hún þökk fyrir það. Það sem hún í rauninni bara hendir, þú veist, alls konar rökum og alls konar áttum skaðsemi áfengis sem er bara allt önnur umræða. En það sem Elías er að reyna að tala fyrir sem er mjög einfalt mál sem þið í Sjálfstæðisflokknum hann reyndar ekki þreist á að reyna að koma að í gegnum árin en gengur illa og sífellt verður finnst manni þrátt fyrir að þetta sé komið á þann stað sem þetta er núna með að þessar netverslanir bara lifa sinn dag og selja sitt vín með, þú veist, félögin skráð eitthvað staðar, ég veit ekki hvar Ungverjalandið eða Fraklandið eða eitthvað staðar sko. Þannig að ég ætla bara að þakka honum fyrir að standa þessa vakt af því að ég get ekki ímyndið bara annað að hann fær slíkar guðsur yfir sig frá hinum ýmsustu lýðheilsufræðingum og öðrum að ég ætla að segja takk, Elías fyrir þig og allt þitt Við bara tökum undir það. Það ekki?
Ég er bara algjörlega sammála sko. Ég er með rósvikunar og það fer í ýmsar áttir en svona með sama markmið. Mér langar til þess að rósa já, nóg eftir, býði bara, við vorum bara hálnuð. Ég er að fara í flug austur eftir Mér langar til að rósa Ásgeiri Seðlabankastjóra og Þórarni vara Seðlabankastjóra peningastefnu og Gylfa Sóeka og Axel og Konráð og öllum þeim sem hafa reynt, öllum þessum okkar besta fólki sem hafa setið undir leiðréttingu frá Arnar og Þór. Sko sem hafa seinustu dag og vikur gert hvað þeir geta til þess að reyna að kenna okkar allra bestu ráðherrum að lesa og reikna. Já. Þetta er hósvikunar. Þessi grunnfærni. Þessi grunnfærni. Já, einmitt. Og þetta er mikið til menn sem hafa staðið í þessu. Já. Bara flotti strákar. Takk fyrir ykkur. Já, bara þeir eru nóg. Þeir eru nóg. Heldur betur. Það er verður trós þar. Já. Herðu, það fyrir að við erum eiginlega svona komin á loka liðin. Ég er náttúrulega, eins og ég fjallaði mér í þáttum, þá kíkjum að regla á Kringlukana. Já. Og ónáða gesti þar yfir hátíðismat. Já, þú ert að fara á milli borða og hafa uppi málflutning. En ég til varna þá gerir það fólk líka það við mig sko, það kemur tíminn og spyrir hver að koma þátt í vikunni og allt þetta sko. Kringlukrán er líka eini viti eftir að Stjörnutorgi fór sko. Já, það er bara, við fyrum alltaf þangað. Algjörlega. Er það bara að þetta heiti kúmen sem þýðir að þú getur ekki labbað? Nei, bara allt vita, ég vil bara bring Stjörnutorg back sko. Það er ná Kringlukana að hitta fólk, borða góða mat, góða þjónustu. Og ég er búin að vera að segja mönnum að þið séu að koma. Þannig að það komi nokkrar spurningar þetta. Við verðum að bjóða fólki að gestum Kringlukráarinnar að beina spurningu til viðmælenda. Einmitt. Þegar þið erum ekki hlustur þannig þið þekki þetta. Við þekkjum þetta. Þannig að það komi nokkrar spurningar sem við ætlum að enda á. Númer 1. Og þið ráðuðu hver svaraði þeim sko. Sumur þau eru beint kannski til annar ykkar, sumur svona til ykkar beggja. Við giskum bara á það. Já, þið getur fundið út af því. Númer 1. Hver er hinn fullkomna konundaskjöf? Fyrir utan gjafabrifin sem ég gaf ykkur áðan. Sko, ég skal ríða vaðið. Það er að minnst kosti ekki blóm. Okay. Ekki fullkomin. Blómi eru fallega auðvitað í og með. En mér varst þú vera á réttum nótum minn áðan, Gísli. Þú náttúrulega ert dömu segull. Þú þurftir þetta svolítið vel uppið áðan. Það eru ekkoskór, nudd, eitthvað svona bara... Já, gera blómin með að fylgja með en það má alveg eitthvað svona upplifun og svona eftirminnilegt eitthvað eftirminnilegt upplifun og ég sagði hvað mér finnst vera fullkomna konundaskjöf og nú ætlum ég að tala út frá því að þú sérst sko, þú veist, með eitthvað börn og eitthvað svona vesen heima þær fjölskyldunar í landinu að segja, ásti mín, ég ætla að fara með öll börnin og allt vesenið eitthvað út á land og þú getur verið ein frá svona 14 og svo ertu að fara út að borða með vinkonniðinni. Láta mann í friði hans, sko. Og þetta er þetta frábær konundaskjöf. Að vera látin í friði. Vera látin hans í friði. Aðeins að minnka, þú veist, ágjöfina og áreitið og allt þetta og bara svo ert þú að fara núna út að lifa daginn með eitthvað sem þú ert að velja í þitt líf. Ekki þeim sem þú situr upp með í þín líf. Segir fjölskyldukonan Kristín. Ég er hrifin. Ég meina, maðurinn minn er alveg búin að læra þetta. Bara þegar hann vill trýta mig, þá lætur hann mig í friði. Þú veist, ég bara þarf á því að halda. Ég meina... Svona er þetta bara. Já, ég ætla ekki að fælla henni á dómir í. Nei. Mér finnst þetta líka gott hjónabandsráð. Æ, takk. Mér finnst það. Ég meina, Brynni Níelsson sagði þetta í okkar þetta. Hann bara, heyrðu, ekki vera klístur á hvort öðru, sko. Eiga bara sitt eigið líf, sko. Já. Ég er hrifin. Næsta spurning var eiginlega svolítið tengd sko, þú veist, hvort er konundagurinn eða bóndadagurinn mikilvægri? Ég er enda leiðrétti þannig sem spurði, ég sagði auðvitað konundagurinn mikilvægri. Já, auðvitað gerur það ekki spurning sko. Nei. Þú veist. Nei, en ég líka, þú veist, ég er ekki svona, það er svo missatt sko, hvernig maður stendur í þessum gjafamálum sko. Ef ég ætla að trýta þig Gísli, ég myndi ekkert eitthvað endilega kaupa handa þér sko, ég myndi bara bjóða þér eitthvað geggjaða mat. Þú veist, þannig... Og ég myndi kunna meta það. Já, einmitt sko, eitthvað svona hægalda dæmi sem er bara eitthvað algjör snillt sko. Þannig að fólk, maður bara svona sína þú myndir ekki gera það fyrir mig. Nei, ég veit, þú borðar ekki neitt sko. Þannig að ég myndi bara kaupa Sommersby handa þér. Og Doritos pítsu. Já, af því þú elskar það. Og þetta veit ég. Við Rakel gerðum svona samkomlega fyrir nokkrum árum þetta, sko, þessi valentínsdagur. Við sögum bara, við erum ekki þarna. Við erum ekki þarna. Þetta verður bara ekki issue. Þannig að, og þetta er ekki issue. Já. Það verður enda líka verið heim með mér. En það held ég fyrsta bjórkvöld þjóðmála var á valentínsdag.
og henni var drull. Já, bara, En bóndadagun og Bara kondagun, mætti. þá á maður að gera þeim mun betur. já. En eitt sem er svolítið leðilegt eftir að hérna Þorsteinn Vaff og Það er líka sko að því fyrir ekki að valendisdagun er amerískafið sko, við erum ekki að elta það sko. já, en það sem ég veist leðilegt í öllu þessu hérna þessum kynusla sem hefur átt sér stað í íslenskri þjóðfélagsumræðu Kynusla, já. umgöndufarin ár. Já, þetta er kynusli og Sem það er bara ringur þessi það hefur valdið. ringulreið og svona eitthvað er að það sem var alltaf, þegar nú er ég búin að vera með börn í hérna, leikskóla í áratug að því þessu öldruð, er að það var alltaf hérna svona bóndadagskaffi á leikskólanum Já. og þá var pöbbum og öfum boðið já. og svo var konundagskaffi og þá var ömmum og mömmum boðið. Já, er það ekki lengur það? Nei, það er búið að taka fyrir allt svona Ha, af í hverju? leikskólum borgarna. Þetta þýðir Er eitthvað það út af vera- þessum kynusla? ég er að draga þá áluktun vegna þess að þetta var fyrir svona tæpum 10 árum síðan og er alls ekki núna. Þannig að þarna er eitthvað svona búið að taka eitthvað svona, þú veist, það er væntanlega ekki verið að gera ráð fyrir þetta sem er verið að útiloka kyn og eitthvað svona. Ég ætla bara að leiða því líkum að það sé þannig. En þetta er ekki lengur og mér finnst þetta leiðilegt vegna þess að þetta var mjög svona krútleg, skemmtileg hefð. Ok, ég hef verið með allt annað tekið þetta. Ég hef haldið að leikskólanir eða skólanir hefur loksins heyrt að þetta væri bara of mikið, sko. Nei. Maður er alltaf með annan fótinn í leikskólanum eða skólanum á vinnutíma, sko. Það er bara eitthvað annað sem kom í staðinn, sko. Já. Þetta var eitthvað svona milli 8 já. og 8:30. Já, ok. Hvað, get Mér ekki fannst verið þetta að- reynda líka alveg Bara krútlegt. rétt morgunkaffi. Já. Ég fór í svona sko. Ég fannst það ekki sætt. Þannig að, jú, bara, Jú, mér fannst það líka. Og hérna, mamma minn og pappa líka, sko. ég þetta ekki að taka pappa með sko, en ég fór. Það hefði verið ljós í hans dag. Ég er að segja það. Já, potið sko. En það er hérna, já, Ég hef ekki hugsað til þetta. þetta er örgulega gert í nágrunnsveitufélum. Ok, ég kalla eftir endurgjöf frá Ásdísi Já, Kristjáns. skulum heyri Ásdís og spyrja út í Já, þetta. já. Þannig Þínum gamla heima bæ Nesunu, sko. Já, eða þar, ég ringi Þór, það Já. er bein lína til Já, hans. það er beinlína. Já. Þetta er gert í Garðabæ? Já. Upplýsingar á sal. ok, Það er ég sem upplýsingar á sal. borgarbúi, ég segi farið mín er ekki slettar af þessu öll saman. Sko, ég Konundagskaffi ekki bæ. Já, Ég held að næstu spurningu sé beint að Dilja og ég ætla samt að gera kröfum stuttsvar. þá svara vá. ég. Hérna, sko, þú byrði Grái, Já. þú fyrirlitur útkvörðin, Kristín. Þannig Bara, að ég þú gerir það. Ég fyrirlitu ekki, ég bara læt mig þau ekki varða. Ég kannski segja það Já, fyrir. ok, það er styrstild orð, það er bara eins og aðhald og tekjuhliðinni, skattækani. það var spurning sem beitist þeirra til þín. Nú var Halldór Benjamín í heimum að tala um að hann myndi vilja þróa Egilsvöllina í það sem hann kallar hágæða borgarkjarna. Egilsvöllin sérst hlustundur upplýsingar í Grái. Hvað finnst okkur um það? Einhver myndi segja Einhver uppbyggingu þarna og svona, þetta verði einhvern veginn í alfara leið og... Sko, einhver myndi segja að Egilsvöll væri hágeða borgarkjarni. Já. Við þekkjum það, Gísli, við Bíó, íþróttahús, Það er alltaf, það er allt líkamsrækt. til alls þarna. Þú getur þess Veitingastaður. heilum degi í Egilsvöll. Heilum helgum. Já, Bara eins og þarf við ekki að vera gerum heim. Ég gerðan reyndar að fjölskyldan. það var sólbóstofa þetta sem er búið að loka. Það Já, var smá en skellur. hún er komin í Hveravold. Þú veist, ok, bara ok, næstu ok. götu við mig. Þannig að það er ekkert vesen, sko. Ég með auðvitað ljó. Já, það er allt til alls þarna. En ég verð að segja að þeir hafa auðvitað unni frábær starf hana í smálendinni. Ég er full að trúa þeim. Ég er bara spennt að heyra þessar hugmyndir. En við erum aðeins brend í Grái af uppbyggingar áformum, einhvernum hálendum, hugmyndum annara hérna borgaryfirvalda uppbyggingu Grái. Þannig að við heyrum eitthvað svona, förum við eitthvað áfallastreitu mót sko að sé vera tróða okkur eitthvað 2000 íbúum hver og hann í annari og enginn muni komast leiðasinnar. Þetta er ekki borgaröld, þetta er bara félag. Já, heimar. en ég er full að trú og að því sögðu Þetta er bara Halldór Benjamín. þá segir bara, já, þá segir bara ég er full að trú Halldór Benjamín í þessum efnum og hlakka til að heyra hvað hann hefur fram að færa. Já. Já, það voru nú líka eitthvað hugmyndur að reytir allir fara eitthvað að róta í spönginni. Þú hlýtur að hafa, þeir hefur brugðið við. Nei, sko, spöngin er ekki nóg vel hefnuð. Spöngin er svona... Þið heyrðu það fyrst hér. Já, þau heyrðu það fyrst hér, sko. Ég er náttúrulega alveg upp í Foldakori, Hollywood Hills í Grái og það er auðvitað búið að taka alla hverfiskjarna úr Gráinum og þátt að byggja upp þessa miðju í spönginni. Hún er bara ekki nóg vel hefnuð. Fólk stoppar miklu frekar á höfðanum, sko, á leið sinni inn í Gráin og spöngin er einhvern veginn svona amri strippmól, ekki nema reisa svo bílastæði og síðan bara, það þrifast ekki veitingastæði eða kaffhús eða neitt þannig að hún er ekki nógu vel heppnuð og svo bara verið að tróða hann að hjúkrunarheimili fyrir aftan og Ég bara fíla spöngina. Já, ég fer Leggja bílnum, sækja sér söppu Já, eða já. serrano eða... Já, en hún þjónur ekki tilgangi sínu sem sko það sem að Halldór Benjamín er að tala um sem hágeða borgarkjarni. Já. Ég eru raunverulega ekki í 20.000 manna hverfi, það búið jafnmargir Grái, svipað og á Akureyri. Það er hvorki sko almennlegur veitingastafur eða kaffhús. Býtu fyrirgeðu, segir mesti aðdáandi gullnestis á Stórareykjavíkursvæðinu. Já, og sem... Er það ekki nóg fyrir þig? Gullnesti er nóg, Já, það er vissulega. nóg, já. En ef maður langaði til dæmis til að gera sér glaðan dag á konudaginn, eða bóndudaginn,
Þú veist, ég meina, auðvitað við flest tilefni að ferja á gullnesti, sannarlega. Já. En ég myndi kannski ekki fara með mannin minn á gullnesti á bóndadaginn. Það veit það ekki. Og ég segi bara það þarf að lappa upp á þessa hluti í hverfinu og sannarlega hafa borgaryfirvöld ekki verið að gera sitt í þeim efnum. Það var bara einhvern veginn nýðst niður allir hverfiskjarnar í hverfinu. Haldur bara mannin ekki bara rétti maðurinn í verkið að lappa upp á Já, þetta ef ástand? það er einhver þá er það hann. Ef það er einhver, ég er full að trú. Ég er ekki viss að sé eftirspurn eftir þessu, en alltaf leið. Við bara sjáum hvað gerist. Já, þú náttúrulega ferð ekkert... Segi konan sem hefur aldrei komið í gráu. Nei, hún keyrir bara fram með Hún er típan sem kemur í gráu og segir mikið gráun er orðið grói hverfi. Herða, og ég minni frá, ég vann á Linkhálsi árabil. Linkhálsi er ekki grái. Bara Bara má ég minna mig á. Semi. Bara allt í sömu áttina. Mjóttin er heldur ekki grái. Talandi um kaffi og sko, ég er náttúrulega byggja Úrsóttal eins og við komum fram Já. og ég keyri upp í Mosesbæ og fyrir alltaf í Mosesbakari Já. af því þeir eru með kaffi frá Djókaffi. Já. Svo er ekkert annað kaffi og svo í östu Já. hluta bæjarins sko, hvort En er. svo er þetta frábært bakari í Garðholti. Alltaf Já, gaman að koma já, þangað. sem var að opna, já. Já. Þannig að Þú Heyrðu- ert náttúrulega útkværa pappi sem setur ekki fyrir þig akstur. Þetta Nei, veit ég. nei, nei. Nei, Bara- ekki til. ég bara- Þetta eru vinur engabilsins ég bara hér. minni Ég veit Toyota og bara keirum eins Já. og kongur. Og vilt síðan bara láta þrýfa upp eftir Svo þig. svo fer ég bara með í getnum löður og held bílnum hreinum og Já. þú veist, þetta er allt í toppstand. Þetta Þetta er ljóta að vera allt frábæri Ég er dag mjög fyrir lög. hamingjusami maður. Ég veit það, Gísli, Í mínu útkverfi, börnin í íþróttum, keirandi á mínu jeppa, Já. bara, Ég tengi við það. ég sá reyndar, það var einhver vittlisingur hérna í háskólanum, það var einhver fullamdi vikunni, var að kenna, talaði um að kallmennska væri einhvern veginn að fara að veiða, keira með jeppa og það er illum konur, sáu þetta, já. sumfullin. Nei, ég sá þetta ekki. Nei, ok, þetta var einhver umfullin á nútímanum. Tökum það fyrir setna. Þú segir bara kallmennskar að veiða, kerum og jeppa og tala upp konur. Auðvitað, Fagna konudeginu. já, Já. bara eins Svo og alveg eru kallmenn gera. eins og ég ger í dag og alla aðra daga. Alla aðra þetta. Það er að loka spurning. Já. Hlæra. Já, af því Svo glaður. þetta var bara, ég var spurður á þessu kringlanganni. Já. Er til að mista að fara við matadab á kjöðurum þingmannum? Já. Svaraði já. Svaraði já. ok. Ég fæ Svaraði svona já. glefsur úr henni sendar svona, í enga skilabúðum. Þannig að ég get staðfest að... Ég er að ganga á milli borða, ég er Já. að skoða diska. Já. Já, Og þannig þetta að er bara- þú ert eiginlega óumbeðin að fara í getum matadab. Þetta er aðhald á Algjörlega. fæðuhliðinni Já. sem hún er að veita. Og eins og ég segi, ég reyndi Ólaunað. að fá Ölmu í lið með mér. Já. Ekki til í þetta. Hún vil bara Ekki leggja til. flata skatta á alla. Já. Þið veitir þetta, ég vil bara ganga fólk bara svona algjörlega. Þetta er bara kristallast munurinn á hugmyndfræðinu. Hún vil Já. beita ríkinu, Já. þú vilt beita bara persónulegum Já, töfum. já. Eða andlega ofbeldi. Ég meina eftir hvernig þú skilgrina Já, já, Bara gott að þú sagði það. já. Eru ekki búin að tæma þetta sko? Jú, en ég segi að þú ert að fara hérna yfir það sem ég var ekkert verið að hérna rýna þjóðmál í háskóla. Strákundir í búlist, þeir eru fljótur að hlættu sig upp. Þetta var Já. svolítið Arnar Eggert. Nei, hann er Og- með áfanga í HÍ og var ekkert verið að hérna rýna þinn góða þátt. Nei, greinlega ekki. Já, kannski nema það hafa bara ekki verið tekið upp og lekið út sko. Já, ég fekk senda upptöku af hérna rýni á... Já, það sem nefnendur í háskólanum voru hjá Arnari Eggerts Thoroddsen sem voru að rýna hlaðvörp Já, og voru ekki að taka 9-5 blöð. já, og kom gott, þar á meðal. Eða það? Já, Ok. já, já. Og var hann hrifin af því? Nei, það endra hefur ekki byrst í fjölmiðlum en við fengum senda upptöku af sagt, kynningunni frá bara einhverjum nefndum hana sem voru Já, að ok. fjalla um þetta. Og voru nefnendur þið gaggrinir á ykkur eða? Já, klálega, en hérna, eitt sem ég vil vekja aðtekla á hérna úr þessari hérna, hávísindalegu greiningu er að hérna, það sem kom þessum nemum á óvart var að við tölum í, hérna, það var flokka svona orðræða um eitthvað fólk svona í svona, þú veist, jákvætt, neikvætt, hlutlust og jákvæðasúlan er langstæst, sko. Þið get sagt það hér, að við erum alltaf sakar og við sem að drullu mann og annan. Við erum bara alltaf að tala strákar Ég hef okkar ekki upp heyrt og Ég er sammála. alla þessa helstu. Sem digulustandi, ég er sammála. Já, En ég er aðeins byrjuður, Arnar Eggert, er þetta frá honum komið? Nei, hann sér að kenna áfangan já, og hlustum til upplýsingar. Það var hann að kenna hann áfanga í háskólanum þar sem nefndu voru að fara yfir hlaðvörp og einhvern veginn gera einhvern rannsókn á þeim. Og hann, það er hægt stelpur sem er að kynna eða fjalla um FM 95 blöð og eða blöðkastið Já. já, einmitt, já. og hann byrjar að segja vantilega einhverju djóki á að taka þess að menna lífi þú veist, fyrir þessa kynningu Já, og fer eitthvað síðan að tala um það að þetta er svona kallægt hlaðvarp og kallmennska þar ferist í því þessum orðin sem hann lit falla hann um það að ég myndi að kerum að jeppa, veiða og það er illum konur ég veit ekki alveg hvað ímynd sko, Arnar Eggert náttúrulega er alltaf rungum megin víglunar, hvort er Ekki alltaf, því hann er mikill bubba aðdándi. já, ok, þú veist, hann má eiga það Já, hann má eiga það, en sko. í öllum málum sem snúa samfélaginu þá er hann ástæður
Og þetta skrifar Jakob Bjarnar vinnur okkar þessa frétt. Já. Og ég Já, þakka honum fyrir. þetta var þetta Okkar allra besti samfélagsvinur. það byrti sérst upptaka á vef háskólans Einmitt. úr þessum tíma sem var síðan tekið niður eftir að held ég nútíminn fjallað hana Einmitt. þannig að í þessum háskóla sem að ætla sér að verða 100 bestu háskólum í heimi verður aldrei Já. og allan að þetta, nú erum við langt út úr efni sko, en þetta var sérst Vók útungunarstöðin HÍ. sem hann eru þetta Já, algjörlega. þannig að En hann hafnar þessu og ég meina, hann getur ekki gert neitt Nei, hvað hann að gera annað? Nei, þetta er bara, það er 4 fjölbrut á því háskólanum, ég segi ekki hana. við erum bara mótvegi við háskólan við þessu útungunarstöðu Vóksins Ég hef ágjör að sé ekki nú gaman í háskólanum. Já. Maður aðeins bara þessar fréttir sem að berast þaðan. Það er ekki nú gaman í þessum skóla. getur ekki verið gaman þarna Nei. Fannst þér gaman? Já, mér fannst nú ágætt sko, ég var hann í auðvitað í lagadeildinni, það sem er kannski ekki rosalega gaman öllu jafna, en það er gott félagslíf. Ok. Og svo fannst mér auðvitað óbúslega gaman í háskólapólitíkinni. Jæja. ég nefndi aldrei að taka þátt í henni Nei, ég læt enga slægi fram með mér. Nei, ég veit það. Það er ljós. Hvar eru átök, þar er ég. Já, við Dilja slást hérna út á bílastæðu eftir. Það er Bara af því svoleiðis. bara, ekki Já, að þið já. verum ósamála, bara Nei, bara klára daginn. bara og með því förfinn í helgina takk ég með ykkur harfisk frá Guttfiski Ísabítana, Klárt mál. sammeili vinnur okkar við nögum þetta í bílum. ekki, Jú. og helgina Já. Kristín, Dílamist, takk fyrir komuna Takk fyrir ykkur sem mig. hlustuð, ykkur sem horfðuð, góða helgi, takk fyrir